Jörðin okkar í hættu. Við erum að eyðileggja hana hraðar og hraðar á hverjum einasta degi. Því, þegar við vorum yngri langaði okkur öll að bjarga heiminum, eller? Við vissum bara ekki alveg hvar við áttum að byrja. En það til leið. Með því að kaupa svansmerktar vörur leggjum við okkar af mörkum. Þetta ekki bara eitthvað samnorrað kjaftæði. Þetta gæða stimpill. Veljum vörur og þjónustu sem eru framleiddar í sátt og samlyndi við umhverfið. Við þurfum bara að líta aðeins í kringum okkur og hugsa áður en við veljum vörur. Ekki bara taka hvað sem frá hverjum sem Gerðu það fyrir umhverfið. Gerðu það fyrir sjálfan þig. Gerðu það fyrir okkur öll. Hættum að eyðileggja heiminn okkar. Leitum að svansmerkinu. Það það minnsta sem við getum gert. Góðan dag. Hér sáum við nýtt kynningarátak Svansins sem verður frumsýnt í sjónvarpi í kvöld. En góðu gestir, verið velkomin á ársfund Umhverfisstofnunar 2017. Í ár beinum við sjónum af loftslagsmálum sem nú það málefni í umhverfismálum sem hvað hæst ber nú stundir. Yfirskriftin kannski nokkuð alvarleg, runnin upp stund. En með því hvatning. Við skulum takast á við viðfangsefnið af hugrekki. Við höfum fengið gesti til okkar sem að lýsa sinni sín á viðfangsefnið og lausnir, starfsmenn stofnunarinnar taka til máls og lýsa skuldbindingum Íslands og öðrum viðfangsefnum sem málefninu tengjast í okkar störfum og forseti Íslands slær botninn hér í lokin. En eins og vant þá byrjum við á ávarpi ráðherra sem sannarlega hefur sett þetta málefni á oddinn. Björt Ólafsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra, gjörðu svo vel. Góðu gestir, það mjög ánægjulegt að fá að ávarpa fund hjá Umhverfisstofnun og sérstök ánægja að ávarpa fund sem helgaður loftslagsbreytingum og aðgerðum gegn þeim. Fyrir réttri viku síðan undirritaði ég ásamt 5 öðrum ráðherrum í ríkisstjórn Íslands samstarfsyfirlýsingu gerð aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum. Ég hef lagt á það mikla áherslu og verið í forystu varðandi það við ráðherra í ríkisstjórninni að við tækjum þetta öll alvarlega og sýndum samstöðu. Enda þetta í fyrsta sinn hér á landi sem að forsætisráðherra og helmingur ríkisstjórnar skrifar undir slíka yfirlýsingu varðandi umhverfismál. Það sýnir að loftslagsmálin eru stórt viðfangsefni hjá ríkisstjórninni og mér sýnist líka að þau séu kyrfilega komin á dagskrá í fjölmiðlum, stjórnmálum og samfélagsumræðunni sem var ekki raunin bara fyrir örfáum misserum síðan. Að Norður-Íshafið verður að mestu íslaust á sumrum innan 3 áratuga. Ásýnd og lífríki norðurslóða mun gjörbreytast. Við þá þegar of sein að bregðast við? Nei, það erum við ekki. Við munum ekki afstýra öllum breytingum en við þurfum að tryggja að verstu sviðsmyndir verði ekki að möguleika. Þá gæti hafist óstöðvandi bráðnun Grænlandsjökul sem ein og sér gæti hækka sjávarborð 7 metra. Eyðimörkum munu breiðast út þar sem nú eru landbúnaðarlönd, súrnun sjávar getur valdið mesta fjölda dauða tegunda í höfunum í yfir 50 milljón ár. Það þurfa allir að leggjast á árarnar. Ekki bara umhverfis- og auðlindaráðherra, ekki bara þeir 6 ráðherrar sem skrifuðu upp á samstarfsyfirlýsingu fyrir viku síðan. Stjórnvöld þurfa að stilla saman strengi og taka höndum saman við atvinnulíf, félagasamtök, vísindasamfélagið og almenning. Og það verður ánægjulegt að heyra raddir margra hér á þessum fundi sem að þurfa að leggja málinu lið og að leggja málinu lið. Landnotkun og landbúnaður skiptir meira máli hér en víðast annars staðar og þar þarf að fá bændur og aðra vörslumenn landsins með. Við þurfum að endurheimta jarðveg og rækta skóg og tryggja að nýting lands sé sjálfbær og haldist í hendur við loftslagsmarkmið. Við þurfum að endurheimta votlendi og horfa þar fyrst til framræsts lands sem ekki nýtt. Nóg af því.
Kæru gestir, eins og ég sagði, þá býða ykkur, og ég sé á dagskránni að þá býða ykkur fjölmörg áhugaverð erindi loftslagsmál hérna á eftir. Ég get því miður ekki setið og hlusta á þau öll, þar sem ég þarf að fara á ríkisstjórnarfund. Ég sé að hér til dæmis eitt erindi frá álfyrirtæki eða forsvarsmenn þar, og það verður áhugavert að hlusta á það. Og ég vil taka skýrt fram, fyrst við ræðum loftslagsmálin, að ég kvitta ekki upp á það sé sérstakt framlag Íslands í loftslagsmálum að laða frekari mengandi stóriðju hingað til lands. Það hefur lengi verið lagt ofur kapp á slíkt, en kannski stundum vantað aðeins upp á forsjána. Ísland er 11. mesti álframleiðandi heimsins og á auðvitað heimsmet með höfðatölu. Samt hafa menn ekki talið það nóg, eins og hálfbyggð grind álvers í Helguvík og samningar enn fleiri ver og stækkanir bera vitni Í viðbót við það höfum við viljað kísilver, ekki 1, heldur 4. Það munar minna og einhver getur spurt hvort við höldum að orkuauðlindir Íslands séu komnar á síðasta söludag. Íslenskur álaunaður hefur stært sig að því að vera einn sá umhverfisvænasti í heimi, og ef dæmið sett upp á sem einfaldasta máta og allar aðrar breytur teknar út en vatnsafl á Íslandi eða kol í Kína, þá þetta auðvitað mjög einfalt. En það einföld og hagsmunagæsluvæn nálgun. Hingað til lands þarf að flytja inn 100.000 tonna af súráli, meðal annars frá Suður-Ameríku á hverju ári til þess að framleiða svo álið. Leiðin sem flutningsskipin sigla með tilheyrandi olíunotkun 69.000 kílómetra eftir framleiðslulandi. Ef menn hafa virkilegar áhyggjur af umhverfinu, þá ætti ef til vill áráðurinn frekar að vera fyrir því að skárri kostur væri að staðsetja áleiðnaðinn í Mið- og Suður-Ameríku en á Íslandi. Fyrrnefndu landsvæðin eru nefnilega einnig rík af vatnsorku. En það mun þið ekki heyra mig gera. Ein helsta undirstaða þess að loftslagsmálin fari til betri vegar á heimsvísu áhersla á hringrásarhagkerfi og úrgangsforvarnir. Skemmtileg orð. Það ekki fasti að við þurfum alltaf að vera að framleiða meira af hlutunum. Endurnýting skiptir öllu máli, og ef við ætlum ekki að fylla jörðina af drasli, og við getum svo sannarlega gert miklu betur hvað þessa 2 þætti varðar. Ég vil þó taka fram að þó ég deili ekki sömu draumum og sumir frekari stóriðju á Íslandi, þá má hrósa þeim áliðnaði sem fyrir í landinu fyrir að hafa náð góðum árangri við að minnka losun flúorkolefna sem eru öflugur gróðurhúsalofttegundir, og fyrir það ber að þakka. En það staðreynd að stóriðja losar mikið og mörg verin brenna kolum í sínum iðnferlum. Spár segja að losun geti aukist 50% og jafnvel nær tvöfaldast til 2030. Stóriðjan greiðir fyrir losunarheimildir, en það hlýtur að vekja spurningar þegar við kynnum okkur sem loftslagsvæna þjóð að við stefnum í met í aukningu losunar hvað þróuð ríki varðar. Og það má líka spyrja sig, hvert vilja menn að stefnan sé sett? Á að fullvirkja Ísland allar ár og öll háhitasvæði til þess að bjóða erlendum stóriðjufyrirtækjum upp á ódýrt rafmagn? Nú þegar búið að virkja til rafmagnsframleiðslu helming orku hér á landi sem nýtanleg samkvæmt skýrslu orkustefnu fyrir Ísland sem lögð var fyrir Alþingi 2011. Rafmagn sem hingað til hefur verið að langstærstum hluta notað til stóriðju. Það virkilega vilji okkar að Ísland fari frá því að vera hreina landi í norðri yfir að vera geymslan fyrir erlend iðnaðarfyrirtæki? Það allavega ekki mín stefna, það ekki skoðun meirihluta landsmanna, heldur samkvæmt skoðanakönnunum. Ég held að við heyrum öll raddir íbúa Reykjanesbæjar þegar þeir kvarta undan skertum lífsgæðum vegna starfsemi United Silicon. Á því máli hef ég haft sterka skoðun og hana hef ég látið í ljós, enda var ég kosin til minna starfa vegna þeirra. Ég hef hins vegar líka stutt Umhverfisstofnun í því hvernig stofnunin hefur tekið á því máli
og hrósaði henni svo sérstaklega fyrir sín viðbrögð. Í heimsókn minni til stofnunarinnar á fyrstu dögum mínum í embætti hvatti ég starfsmenn til að hafa alltaf heilsu almennings og góð náttúrugæði í huga við úrlausnir allra verkefna og sagði að ég myndi styðja við bakið á stofnuninni í öllum þeim málum sem beita þarf ítrustu varúðarráðstöfunum. Og ég vil nota þetta tækifæri og hrósa Umhverfisstofnun aftur hér í dag. Mér finnst þið hafa staðið ykkur vel í þessu máli og öðrum málum þar sem að álagið hefur verið mikið og þungin alltaf að verða meiri og meiri á þessi mál. Góði gestir, í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar kveðið á að ekki verði gerðir ívilnandi samningar við mengandi stóriðju. Ég tel það rétta stefnu og heillaskref. Loftslagsvæna orkan okkar nýtist ekki bara til iðjuvera. Við þurfum hana fyrir orkuskipti í samgöngum og sjávarútveg. Við getum nýtt hana til gagnavera, eins og ég hef líka nefnt þá orkan heldur ekki ótakmörkuð. Við þurfum að vernda náttúruna og fylgja leiðsögn rammaáætlunar skynsamlega nýtingu auðlinda okkar. Og í þessu samhengi hef ég heyrt í fleygt að náttúruvernd og loftslagsmál fari ekki alveg saman, að annað þurfi að víkja fyrir hinu. En hvað snúast loftslagsmál í grunninn? Snúast þau ekki að fara betur með þá orku sem nýtt, að sóa minna og að draga úr neyslu? Snúast þau ekki að bera hag náttúrunnar fyrir brjósti og nýta skynsamlega svo að tilvist okkar sé ekki ógnað? Það snýst náttúruverndin einmitt líka. Og við Íslendingar getum verið innblástur fyrir önnur ríki þegar kemur að því að verja loftgæði og náttúru Íslands og það auðvitað hlutverk Umhverfisstofnunar. Með alla þá stórkostlegu náttúru og okkar tæra loft, þetta getum við verndað, grætt upp og hlúð að. Og þess vegna og í því samhengi það sérstök ánægja að geta tilkynnt ykkur í dag að ríkisstjórnin hefur ákveðið að setja 160 auka milljónir í landvörslu til þess að vinna nákvæmlega þessum málum sem 70% aukning frá því sem að bætt var í fyrra. Það ekki síður hvetjandi fyrir önnur ríki í umhverfismálum að horfa á það hvað við Ísland getum gert í loftslagsmálum. Ég fullyrði að við hefðum bara tekið brot af þeim upphæðum sem settar hafa verið í ívilnanir til mengandi stóriðju og sett til orkuskipta og loftslagsverkefna, þá stæðum við mun betur en raunin er. Þar auðvitað á ekki við stórfyrirtækin að sakast, alls ekki, heldur þá stefnu sem sett hefur verið upp. Ég vil þakka það sem fyrirtækin hafa gert vel og ég vil vinna með fyrirtækjum í stóriðju og eins og í öðrum greinum við að ná frekari árangri í að draga úr losun. En rauða dreglinum stjórnvalda fyrir nýrri stóriðju hefur verið rúllað upp og honum hefur verið hent út aftur til þess að bjóða velkomna öflugum aðgerðum varðar loftslagsmálin. Það ánægjulegt að sjá fulltrúa neytenda ræða loftslagsmál hér. Eins og ég kom inn á þá stafa loftslagsmálin eins og mörg önnur okkar umhverfisógn, ekki síst af gegndarleysi neyslu og ágangi á auðlindi jarðar. Við þurfum að kunna okkur hóf. Loftslagsvæn tækni eins og rafbílar og vindmyllur munu skila okkur miklu. En við þurfum líka að finna til ábyrgðar okkar sem neytendur. Nýta betur, sóa minna, neyta minna og njóta meira. Góði gestir, verkefni framundan stórt. Það að leggja sitt af mörkum til þess að leysa eitt brýnasta úrlausnarefni mannkyns. Við getum ekki lokað kolaorkuverum eins og mörg önnur ríki. Skógrækt og landgræðsla binda kolefni úr andrúmsloftinu, en það hefur verið takmörkunum háð hversu mikið megi telja fram ávinning af slíku og öðrum loftslagsaðgerðum varðandi landnotkun. Samt ég bjartsýn. Skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sýnir okkur að mörg tækifæri til minnkunar losunar sem ódýr og geta jafnvel borgað sig. Margt annað skilar ávinningi til samfélagsins í viðbót við loftslagsávinninginn.
Ég skynja mikinn áhuga og vilja í samfélaginu. Við eigum að vera í fararbroddi við Íslendingar. Við getum það. Við þurfum rafbíla, metanólskip, landgræðslu og skógrækt, kolefnisgjöld, hjólað í vinnuna og átak gegn matarsóun, svo fátt eitt sem nefnt. Hreinni tækni og grænni lífstíl. Jarðhitavæðingin var góð og er mörgum ríkjum fyrirmynd. Ég tel víst að ný sókn til loftslagsvænni framtíðar mun einnig á endanum skila okkur meiri ávinningin en kostnað, þótt hún kunni ef til vill að kosta okkur nokkuð í byrjun. Ég vil þakka Umhverfisstofnun fyrir dagskrá þessara ársfundar og fyrir sitt góða starf í loftslagsmálum. Hryggjarstykkið í loftslagsmálum er gott bókhald losun og bindingu og það er mikið verk og það er það sem að Umhverfisstofnun sér Mér þætti ekkert verra ef að loftslagsmálin yrðu enn sýnilegri í starfi stofnunarinnar og ég tel víst að þessi ársfundur sýni vilja og áform slíkt. Ég þakka ykkur fyrir. Takk ráðherra fyrir að brýna okkur. Þú hvattir okkur til að stilla saman strengi. Það er einmitt það sem við þurfum að gera. Það er ekki á seint að grípa til aðgerða og stórt og smátt skiptir máli. Orða sönnu og mikið getum við verið glöð yfir styrkingu landvörslu. Ég vildi segja ykkur frá því að það er á borðunum hjá ykkur bæði ársskýrsla stofnunarinnar og skýrsla árangur okkar sjálfra í umhverfismálum, altså af okkar umhverfisstjórnun. En nú er komið að forstjóra Umhverfisstofnunar, Kristín Linda Árnadóttir. Ráðherra, samstarfsfólk og kæru ársfundargestir. Loftslagsmál er ögurstund runnin upp, er yfirskrift þessa ársfundar Umhverfisstofnunar, þar sem við einbeitum okkur einungis að loftslagsmálum. Sumir gætu spurt hvort þetta væri ekki aðeins svo þröngt viðfangsefni fyrir stofnun sem væri með svo víðtæk verksvið. Umhverfis- og auðlindaráðherra komu þetta mjög vel inn á þetta. Náttúruvernd, loftslagsmál, þetta er í raun og veru eitt. Mitt svar er því bara mjög einfalt. Nei, því allt er loftslagsmál. Við vitum að hnattræn hlýnun, á sér stað og við höfum tekið á okkur skuldbindingar til að halda hlýnun andrúmsloftsins innan við 2 gráður og helst vildum við vera innan við 1,5 gráðu. Hér í dag ætlum við að ræða hver getur lagt á mörkum til að tryggja að við stöndum við okkar skuldbindingar. Það má segja að þessi ársfundur kallist svolítið á við ársfund Veðurstofunnar sem haldinn var nýlega og tók fyrir mjög alvarlega staðreyndir áhrif hlýnunar hér á landi. Við þurfum að efla okkur í umræðu, framkvæmd og ábyrgð gagnvart loftslagsmálum. Vera óhrædd við að setja á dagskrá þær aðgerðir sem grípa þar til að draga úr losun og standa við skuldbindingar. Og það var auðvitað alveg sérstaklega ánægjulegt þegar 6 ráðherrar í ríkisstjórn Íslands undir yfir umsjón okkar ágæta umhverfis- og auðlindaráðherra skrifuðu nýverið undir samstarfsyfirlýsingu gerð aðgerðaráætlun í loftslagsmálum sem á að liggja fyrir í lok ársins. Þetta er nauðsynlegt skref. En áætlunin á að miða því að Ísland standi við skuldbindingar sínar í loftslagsmálum til ársins 2030 og hún á jafnframt að varða veginn að róttækri minnkun losana til lengri tíma svo að hægt verði að ná markmiðum að halda hlýnun andrúmsloftsins vel innan við 2 gráður. Okkur ber skylda til að grípa til aðgerða, þar sem við berum að sjálfsögðu mikla ábyrgð gagnvart komandi kynslóðum. Við verðum að hafa í huga að þótt tækifæri felist í bindingu í skógrækt og landgræðslu er ljóst að fyrst og fremst þarf að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Við teljum nauðsynlegt að fara yfir stöðuna núna og hvert við erum að stefna. Við þurfum að horfast í augu við það að þetta verður ekki átakalaust. Fyrri afrek þau teljast hreinlega ekki með. Við þurfum að fara í raunverulegar breytingar
og við þurfum að gera það nokkur hratt. Okkar neysla talar í raun og veru beint inn í loftslagsmálin, en aðstæður, tækifærir og skyldur okkar til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda eru mjög ólíkar. Farið verður það nánar út í það hér á eftir, en ég vil minna á að iðnfyrirtæki sem falla undir ákveðið kerfi sem leggur skyldu á þau að draga samtals 43% úr losun fyrir árið 2030 miðað við árið 2005. Ísland á núna í samningaviðræðum við Evrópusambandið hvernig við ásamt Noregi og Evrópusambandinu uppfyllum okkar skyldur gagnvart Parísarsáttmálanum. Hlutur skuldbindinga á þeirri losun Íslands sem fellur ekki undir þetta svokallaða viðskiptakerfi er gert ráð fyrir að verði í kringum 35–40% miðað við losun ársins 2005. Ég vil minna á að þegar það verið að tala þær miklu breytingar sem þarf að fara í, þá verður 2020 á morgun og 2030 eftir mjög skamman tíma. Það er mikilvægt að hafa í huga að við getum náð markmiðum okkar. Það tók ótrúlega skamman tíma að fara úr því að hita húsnæði okkar með olíu og kolum yfir í heitt vatn. Það var gert út frá skýrri sýn, skýrri nauðsyn, fjármunir voru settir í verkefnið og allir eru sammála það í dag að þeim var vel varið og hafa skilað miklum umhverfisvænum sparnaði fyrir þjóðarbúið í heild. Við þurfum að endurtaka þennan leik í samgöngunum. Við þurfum að gera það hratt. Við erum að fá hvetjandi fréttir sem halda okkur gangandi. Nú til dæmis hægt að fara frá Reykjavík til Akureyrar á rafmagnsbíl og næsta skrefið auðvitað að loka hringnum. Við gerum það nefnilega aftur núna. Svo annars í dæmi sé nefnt, sem kannski hefur valdið ykkur ákveðin vandræðum í morgun, standa við breytingar á Miklubraut til að efla almenningssamgöngur sem á fyrir gangandi og hjólandi. Þetta er eitt af því sem við þurfum að gera meira af. Umhverfisstofnun sótti ásamt þjóðgörðunum styrk til að geta boðið upp á þá þjónustu að rafbílar getur hlaðið sig á ferðamannastöðum. Okkar framtíðarsýn er skýr. Ferðamenn getur komið hingað, tekið rútu sem gengur fyrir rafmagni, metani eða leigt sér rafmagnsbíla og hlaðið þá á ferðamannastöðum sem þeir heimsækja. Við viljum að Ísland verði grænn og loftslagsvænn áfangastaður. Hitt er svo annað mál að sá sem tala fyrir hófi, nytjahyggju, sjálfbærni, umhverfisvænleika, framtíðinni til heilla, rekur sig á ýmsar fyrirstöður. Á okkur dynja skilaboð frá morgni til kvölds úr neyslusamfélaginu þar sem við erum hvött til að kaupa meira og kaupa nýrra. En nú stöndum við á ákveðnum krossgötum. Sá sem áður naut virðingar fyrir að hafa komið ár sinni þannig efnalega fyrir borð að hann gæti keypt sér stærra, meira, nýrra, en er bara hreinlega ekki mestu töffarinn. Í stað meira er tímabært að spyrja hvað með minna. Umhverfisstofnun vinnur á því að koma að hugarfarsbreytingu til að fá fólk til að minnka kaup, minnka sóun og minnka almenna neyslu. Okkar slagur eru því bara einfaldlega minna. Eitt meginverkefni okkar er að huga að nýtni og forðast einnota lífsstíl. Undanfarið hefur áherslan beinst að því að hamla meðal annars gegn matarsóun, en á yfirstandandi ári verður sjónum í auknum mæli beint að burðarplastpókum, einnota plastpókum og hvernig við getum stuðlað að hringrænna og loftslagsvænna hagkerfi. Magn heimilisúrgangs á hvern íbúa hérlendis hefur aukist jafnt og þétt frá efnahagshruninu árið 2008 og er nú með því mesta sem þekkist í Evrópu. Og við erum að fá að heyra mjög slæð tíðindi frá Sorpu gríðarlega aukningu í sorpmagni. Við þurfum að aftengja efnahagslegan vöxt og aukningu í sorpmagni. Við vinnum langan vinnudaga og höfum töluvert fyrir því að afla tekna fyrir heimilin. Við kýsum flest að verja aðeins meiri tíma með fjölskyldunni. Ein leiðin til þess að vinna ekki eins langa vinnudaga og raun ber vitni er auðvitað að verja fé okkar af meiri kostgæfni en ella, huga að morgundeginum, ekki einungis deginum í dag.
Þegar við ráðstöfum fjármunum okkar í innkaup á matvælum mikilvægt að við tryggjum að við séum ekki að henda þeim peningum sem fara í vörur sem við neytum bara hreinlega ekki. Hvað þá að kaupa vörur sem gera okkur skaða í stað þess að gera okkur gott. En við vinnum einmitt að því að tryggja að vörur á markaði innihaldi ekki skaðleg efni. Ef við sóum fé okkar í neyslu sem skilur ekkert uppbyggilegt eftir sig, má segja að við séum að henda bæði vinnutíma okkar og peningum í ruslið. Það tekur tíma að vinna fyrir peningum, kaupa matvörur, elda matinn og rannsóknir sýna að alltaf 30% af keyptum mat hér á landi fara hreinlega forkurðum. Það ekki bara siðferðilega ótækt, heldur stríðir með beinum hætti gegn loftslagsmarkmiðum. Við þurfum að vera framsýn, setja skýra reglur, framfylgja þeim með skýrum tímasettum áætlunum. Yfirleitt hreinlega ekki nóg að setja ný lög, það þarf að fylgja þeim eftir. Það ekki nóg að gera skýrslur með valkostum eða leiðum, það þarf að taka ákvarðanir. Við þurfum að nýta meiri tíma í að gera tímasettar raunhæfar áætlanir sem verður fylgt eftir og við verðum að skilja á milli raunhæfra leiða kjarnamálsins og ótímasettra, ófjármagnaðra hugleiðinga það að vera best í heimi. Við þurfum að gera betur í skólpmálum. Þar liggur raunverulegt vandamál sem verður að bregðast við. Sveitarfélögin bera ábyrgð á uppbyggingu fráveitna í þéttbýli. Í fámennari sveitarfélögum getur þessi skylda orðið mikil byrði sem þau rísa illa undir. Gera þarf raunhæfar langtímaáætlanir sem gera bæði ráð fyrir uppbyggingu á þessum innviðum og einnig rekstri til framtíðar. Setjum okkur það markmið að hneykslismál vegna lélegra skólpmeðhöndlunar heyri sögunni til. Það eru mjög jákvæðar fréttir sem við höfum fengið síðustu ár að við höfum verið að fá auki fjármagn í uppbyggingu innviða. En við teljum líka að leggja þurfa áherslu á landvörslu. Landvörður nefnilega geta bætt upp skort á innviðum, þeir stýra umferð, auka öryggi, geta bjarga mannslífi með ábyrgri upplýsingagjöf. Nærvera landvarða þannig oft mjög nauðsynleg til að tryggja að reglum á viðkvæmum svæðum sé fylgt. Þetta voru því alveg afskaplega gleðileg tíðindi hér sem við fengum, 160 milljónir í landvörslu og mér hefur verið tjáð að Umhverfisstofnun fá að því 100 milljónir króna í sína 113 friðlýst svæði og þjóðgarð. Þannig að þetta gríðarlega jákvæðar fréttir og mig langar bara að þakka ráðherra persónulega fyrir að hafa tekið þetta mál svo traustum tökum. En svo kemur enn. Þessar 100 milljónir þurfum við hins vegar árlega og líklega ennþá meira ef að aukningin verður sú sem að vonir á. Mikilvægt jafnframt að taka ákvarðanir hvernig við stýrum umferð á ferðamannastöðum. Það þurfa að vera skýra reglur aðgengi ferðaþjónustuaðila inn á land í einkaeigu, heimildir til gjaldtöku og hverjir eiga að hafa heimild til að nýta þá auðlind sem náttúran er. Tafir á að slíkar reglur verði settar geta leitt til tjóns bæði fyrir náttúruna og ferðaþjónustuna. Við viljum sjá sjálfbæra ferðaþjónustu með náttúruvernd í fyrirrúmi. Með öðrum orðum og saman dregið. Til að takast á við loftslagsbreytinga þurfum við aðkomu allra. Hér á eftir munu fulltrúar okkar að gera fara yfir hvernig þeir ætla að leggja sitt af mörkum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og þá munu starfsmenn Umhverfisstofnunar setja fram hvað við teljum að þurfa að gera til að ná árangri. Við teljum gríðarlega mikilvægt að ríkið og stofnanir þess verði fyrirmyndir í rekstri. Nú þegar eru 42 ríkisstofnanir komnir í verkefnið Græn skref með yfir 100 starfsstöðvar. Ég gerði þetta ekki, ég lofa. Ég bíð bara eftir ykkur sem að redda þessu. Og þar hefur svo sannarlega náðst frábær árangur. Dæmi slíka stofnanir eru Alþingi, Menntaskólinn við Sund, Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Vegagerðin, Ríkiskaup, Náttúrufræðistofnun Íslands og svo framvegis. Sem segir okkur það líka að þetta kerfi það getur hentað öllum. 4 ráðuneytir eru komin inn í verkefni, það eru þetta umhverfis- og auðlindaráðuneytið, fjármála- og efnahagsráðuneytið, forsætisráðuneytið og utanríkisráðuneytið.
og við vitum að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið bara hreinlega að senda inn umsókn. Ég vil minna á að ávinningur grænna skrefa samkvæmt könnunum fyrir utan hinn augljóslega umhverfisávinning, bætt ímynd stofnana, aukin starfsánægja, aukin umhverfisvitund, fjárhagslegur ávinningur til lengri tíma, auk þess sem að starfsfólki tekur sína umhverfisþekkingu með heim. Við þurfum að vera fyrirmyndir og það á við okkur öll. Við hjá Umhverfisstofnun erum að sjálfsögðu búin að ná 5 grænum skrefum, ná gríðarlegum árangri að draga úr matarsóðum og erum plastpokalaus stofnun. Og trúið mér, það erfitt að vera plastpokalaus stofnun. Hjá okkur vinnur enda frábært starfsfólk sem alltaf tilbúið að takast á við ný og stundum mjög skrítin verkefni til að vera með grænni og vænni rekstur. Við erum sífellt að setja okkur markmið að gera enn betur eins og sjá má á skýrslu okkar umhverfisstjórnunarkerfi sem liggur á borðinu hjá okkur. Og ég vil minna á að í umsögn okkar nýja orkuskiptaáætlun í samgöngum leggur Umhverfisstofnun til að 90% bifreiða sem að ríkið kaupi á næstunni verði vistvænar en að hægt verði að fá einhverja sértæka undanþágu ef ekki hægt að fá vistvæna bifreið fyrir þá notkun sem henni ætlað. Við getum samsagt öll lagt okkar af mörkum til að ná árangri. Við þurfum kerfisbreytingu. Við þurfum hugarfarsbreytingu það hvað það sem gott og gleðilegt í lífinu. Við þurfum að samtvinna þá hugarfarsbreytingu við nýjar leiðir að loftslagsvænni framtíð. Takk fyrir. Kæra þakkir. Heyriði það, töffarinn fær sér minna og minna. Notum höfuðið, krakkar. Við berum ábyrgð á gagnvart komandi kynslóðum og við þurfum að draga úr losun raunverulega. Næst ætlar Vanda Úlfrún að segja okkur hverjar nú skuldbindingarnar okkar. Ráðherra, kæru gestir, eins og Sigrún sagði þá heiti ég Vanda Úlfrún Helsing og ég starfa sem teymistjóri í loftmengunarteyminu hjá Umhverfisstofnun. Eitt af stóru verkefnum okkar að taka saman bókhald losun gróðurhúsalofttegunda. Mér langaði í dag að fara svolítið yfir rauninni hverjar skuldbindingar Íslands vegna þess að það er gríðarlega mikilvægt að bókhald okkar sé í samræmi við skuldbindingar Íslands. Þetta er gríðarlega flókið og ég er mjög þakklát að sjá þessi kaffi á öllum borðum. Ég gæti þurft á því að halda, en vonandi ekki því ég ætla að reyna að koma þessu frá mér á, eins og maður segir, mannamáli. Ég ætla líka að fara aðeins í hvaðan kemur þessi losun sem fellur undir skuldbindingar Íslands. Ef við byrjum á þessum skuldbindingatímabilum þá hægt að skipta því í þrennt. Árið 2012 lauk fyrsta tímabili Kyoto-bókunarinnar. Þar hafði Ísland sérstakt sér ákvæði í rauninni þar sem við höfum heimild til að auka losun 10% á tímabilinu. Við erum nýbúin að gera upp það tímabil og við stóðumst það, við héldum okkur undir 10% á tímabilinu. Eins og erum við á miðju öðru tímabili Kyoto-bókunarinnar. Það bara fá ára eftir. Eins og Kristín Linda sagði áðan, þá 2020 eiginlega á morgun, þannig að við getum ekki breytt mjög miklu þar. En það bendir allt til þess að Ísland þurfi hugsanlega að kaupa sér heimildir til að standa skuldbindingar á öðru tímabili. Þriðja tímabili það sem kannski mest í umræðinu í dag. Og ég kalla hérna Parísarsamninginn, en einnig kalla eins og Parísarsáttmálinn. Þar sem Ísland hefur sett sér markmið að draga úr losunum 40% til ársins 2030 miðað við árið 1990 með ESB og Noregi.
samningurinn sérstakur að því leyti og svolítið öðruvísi en Kyoto-bókunin vegna þess að það eru hátt í 200 ríki sem skrifuðu undir hann og 145 sem eru búin að fullgilda. Það ólíkt eins og Kyoto-bókunin á öðru tímabili, þar eru færri þjóðir og mun ríkari. Þannig að það mikill munur og bara gleðiefni hvað eru margir sem taka þátt. Og eins og fram hefur komið þá yfirmarkmiðið að hækkun hitastigs jarðar sé haldið undir 2 gráðum. En það einnig markmið að efla getu ríkja til að takast á við loftslagsbreytingar vegna þess að þær eru ekki í framtíðinni, þær eru byrjaðar. Við erum farin að sjá loftslagsbreytingar nú þegar og einnig að vera stuðningur við þróunarríki og ríki sem eru viðkvæmari fyrir loftslagsbreytingum. Mikilvægt að hafa í huga þegar ég fer í gegnum þessi gröf og þessar tölur að alþjóðaflug og alþjóðasiglingar eru ekki þarna undir. En það verið að þróa og að fara af stað kerfi, rauninni alþjóðlegt kerfi fyrir flugið sem það eru 86,5% losun heimsins eigi að falla þar undir. En öll ríki hafa skilað í rauninni sínu landsákvörðuðu framlagi. Hvað ætlar ríkin að gera? Og eins og ég sagði áðan þá ætlaði Ísland að ná 40% minni losun árið 2030 með ESB og Noregi. Og það kannski lykillinn að heildarkakan, í rauninni losunin 1990 fyrir ESB, Noreg og Ísland á að minnka 40%. Hvernig það síðan skiptist milli ríkja ekki búið að ganga frá. Hér sjáum við þá losunarraunir sem fer inn í þennan sameiginlega pott. Þetta heildarlosunin og þarna eru gráu stöplarnir í rauninni stóriðjan, iðnaðarferlar. Og þar hefur losunin á tímabilinu aukist 112%. Þannig að það og má sjá að heildaraukningin 28% á tímabilinu. Hérna sjáum við skiptingu heildarlosunar og þá þetta með í rauninni iðnaðarferlum að öllu en það ekki landnotkun inn í þessu. Þetta í rauninni sú losun sem fer inn í þetta sameiginlega markmið. Hér sjáum við aftur að iðnaðarferlar árið 2015 var stærsti hlutinn en orkan fylgir þar fast á eftir þar sem samgöngur stærsti hluti. Nú komum við að þessu flókna. Þetta yfir markmiðið, þessi 40%. Þá komið fram tillaga frá Evrópusambandinu hvernig ætlum við að ná þessum 40%. Jú, við skiptum þessu yfir markmiði í undir markmið. Við tökum í rauninni alla losun sem fellur undir viðskiptakerfi ESB. Þar sem rekstraraðilar þurfa að greiða fyrir hvert losa tonn. Þau þurfa að eiga losunarheimild fyrir hvert losa tonn. Þar drögum við saman 43% miðað við árið 2005. Og þessi samdráttur getur átt sér stað í rauninni í hvaða ríki sem innan ESB eða EES, þeir sem taka þátt í kerfinu. Þannig að losunin í rauninni þarna frá getur aukist á Íslandi en dregist síðan saman kannski í Svíþjóð eða Þýskalandi á móti. Það bara heildarlosunin á að draga saman 43%. Síðan 30%. 30% fyrir aðra losun. Þetta losunin sem við og stjórnvöld geta haft meiri áhrif eða þurfa í rauninni að leggja áherslu á ef við ætlum að standa skuldbindingar. Flug mun ekki falla undir. Samkvæmt tillögum ESB þá ekki neitt flug inn í þessu vegna þess að það sérkerfi fyrir flugið. Eins og fram hefur komið þá líka ákveðin heimild til þess að nýta bindingu eins og frá skógrækt til þess að standa skuldbindingar. En ég vil leggja áherslu á að það ákveðið þak á hversu mikið við getum nýtt okkur það til þess að standa skuldbindingarnar. Auðvitað getum við bundið meira og það gott fyrir andrúmsloftið en það ákveðið þak gagnvart skuldbindingunum. Hérna sjáum við skiptinguna. Svona skiptist losun Íslands frá 2005 milli viðskiptakerfis og síðan þessi önnur losun. Þannig að það eru þessar bláu stöplarnir sem skipta máli gagnvart skuldbindingunum.
Efri gráu stöplarnir, þar eru 43%, bláu eru 30%. Þannig að við skoðum síðan hvernig skiptast þessi bláu stöplar, hvaðan er þessi losun að koma. Þá er skiptingi svona. Orka langstæðsti hlutin. Þar eru vegasamgöngur og fiskiskip stór hluti. En einnig landbúnaður, úrgangur og iðnaðarferlar. Þannig að hér liggja tækifærin til þess að standa skuldbindingar Íslands. Ef við skoðum þetta svona, þá horfum aðeins á þetta markmiðið. Þarna rauðasúlan, þar þurfum við að enda. Svoleiðis þar þarf grafið okkar að enda árið 2030. Við erum búin að draga úr, ólíkt heildarlosunum með iðnaðar og með viðskiptakerfinu, þar sem aukningin var 28%, þá erum við búin að draga úr 8,5%. En það hallar vel niður til 2030, þannig að við þurfum að grípa til aðgerða til að ná því. Hérna er líka bara skipting á 2015. Hér sjáum við aftur hversu stór hluti orkan er. Og aftur vegasamgöngur, samgöngur þar liggja stóru tækifærin. En það er líka í landbúnaði og úrgangi og iðnaðarferlum. Þannig að það leynast tækifæri þarna allstaðar. Munurinn er kannski það er ekki ein stóru lausn sem leysir þetta. Við þurfum öll að leggjast á eitt. Litlu aðgerðirnar skipta máli. Við þurfum að draga úr í öllum þessum geirum. Ef við horfum aðeins á í rauninni að því að Íslendingum hefur fjölgað á þessum tíma. Ef við horfum á línuna þá er búið að draga saman 8,5%, en við deilum losuninni á íbúa. Og þá kemur líka að koma ferðamenn inni og sú losun sem kemur vegna ferðamanna, þar sem þeir í rauninni eldsneyti sem þeir brenna hér á landi, ef við skiptum þessu öllu í rauninni, og þetta er þá án viðskiptakerfisins, þá erum við búin að draga úr frá 2005 17%. Það er klárlega skref í rétta átt. Og mér finnst það sýna í rauninni að aðgerðirnar sem við höfum farið í, þær eru að skila einhverju. En oft heyrir maður í rauninni að já, en það er erfitt að deila niður á hvern íbúa. Við erum með svo mikla losun frá eins og stóriðju eða flugið, við losum á leiðinni hingað. Það er búið að taka það út úr þessu. Þetta er bara þessi beina losun sem við í rauninu erum að valda dagstaglega. Þannig að þetta er skref í rétta átt. Hins vegar, ef við berum okkur saman við ESB, þau hafa á sama tímabili dregið úr losunum 14%. En heildarlosunum þeirra eru 5 tonn á hvern íbúa árið 2015. Án stóriðju. En losun á hvern íbúa í Íslandi er 8,12 tonn. Þannig að við getum gert betur og við þurfum að gera betur. Við þurfum öll að leggjast á eitt til þess að ná markmiðum og standa skuldbindingar. Takk fyrir mig. Takk, Vanda. Þetta eru 40%. Þetta er klárlega verkefni. Þetta var mjög skilmerkilegt yfirferð yfir skuldbindingarnar okkar og ljóst að tækifærin til að draga úr losun eru víða. Við heyrum samgöngur oft en þetta er allt þjóðfélagið. Náttúruverndarsamtök Íslands hafa látið loftslagsmálin til sín taka og Árni Finnsson, gjörðu svo vel. Já, kæru gestir, gaman að vera boðin hingað og tala um þessi hjartans mál sem ég hef verið að díla við í allmörg ár. Og mér finnst þessi fundur marka svona ákveðin tímamót. Ég hef aldrei séð svona fundi, eða man ekki eftir svona fundi, þar sem ríkisstofnun tekur allan fundin í loftslagsmál. Man ekki til þess. Ég vitna stundum í þetta,
sítat frá Gunnari Braga þegar hann var í París 2015 og ég bað hann og ég bað aðstofamanninn að koma þessu nú fyrir á vefsíðu utanríkisráðuneytisins þannig að allir getur séð hvað hann hefði miklar áhyggjur. En það var ekki gert, því miður. Mér fannst þetta að vera skarp athugun, ágætisræða og þetta er alveg rétt sem hann segir að lífsvistkerfi sjávar í verulegri hættu vegna loftslagsbreytinga, vegna súrnunar sjávar. Og það skiptir máli fyrir, held ég, að ráðamenn taki til máls og segi þeir hafa ágjörð þessu en þess að ella þá veit almenningur ekki af því. Þetta er það sem ég gat reiknað út losun frá vegasamgöngum á tímabilinu 1990 til 2015. Þarna er okkar stærsti póstur, þarna getum við náð mestum árangri, hugsa ég, með því að fara yfir í rafbíla. Rafbílar eru náttúrulega dýrir eins og stendur en batteríin verða ódýrari, kostnaðurinn við hefur minnkað 73% frá 1990 og mun minnka 75% til 2030 samkvæmt Bloomberg. Þannig að það er alveg öruggt að fjárfestingi rafbílakerfi mun borga sig. Þetta er hægt. Þetta er losun frá álverum en hún hefur aukist umtalsvert, ekki satt, en þetta er ekki það sem við þurfum að eiga við hérna heima, þetta er það sem álverum þurfum að eiga við á alþjóðlegu markaði og önnur stóriða. Vafalaust geta stóru álverin staðið sig á þessum markaði fyrir viðskiptakerfisins en ég óttast að ekki öll fyrirtæki sem eru háð viðskiptamarkaði Evrópusambandsins séu þess megnu þegar fram í sækir að kaupa meira og meira á kvóta fyrir hærra og hærra verð. Ég óttast það. Mér sýnist sum þeirra ekki vera það burður. Og the only way, eins og Gunnar Bragi bent á, til að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins er að hlýnun andrúmsloftsins takmarkist við 1,5 gráður á Celsius. Þá erum við að tala um að smá eyríkin í Kyrrahafi og víðar fá að vera enn ofansjávar. Og til að þetta náist, sem var mikið talað í París, þyrfti Evrópusambandið að draga úr losun 55% fyrir 2030. En þeir komist ekki lengra en 40%. Menn urðu að ná einhverjum árangri þannig að menn stoppuðu við 40% en settu inn í samkomulagið ákvæði endurskoðun sem byrjar núna fyrst 2018, þar að segja næsta ári, að ríki endurskoði sjálfviljug eða landsmarkmið sín og auki bæti í til þess að við getum átt vonum að þessi ríki fá að vera ofansjávar. Og ég hugsa að það geti átt við Ísland líka, þá við verðum örugglega ofansjávar þá þarf að skipa mjög harkalega í spottana til þess að við getum búist við því að viðskeri sjávar inn í kringum landið raskist ekki það mikið að við vitum ekki af hverju við göngum. Makrillinn kemur hingað vegna línunar og eitthvað getur farið héðan vegna línunar. Og síðan þurfa að vera fyrir hendi aðgengilegar upplýsingar fyrir almenning hvað þurfa að gera til að uppfylla skuldbindingar Íslands. Þetta þótti mér dálítið erfitt að finna út. Vanda veit það, ég hringdi alloft í hann, ég pestaði hana með allskins tölvupóstum og reynda fleiri. Ég held að til að almenningur geti verið með, þá þarf hann að vita hvað til síns friðar heyrir, svo að segja, hvað þarf að gera. Öðruvísi ekki hægt að mótværa fólk. Og afstaða almennings alveg skýr. 67,4% sögðu í könnun sem við létum gera í október 2015 það væri þörf á því að stjórnvöld gripi til aðgerða. Þannig að stuðningurinn finnst ef að
stjórnvöld sína og taka forystuna. Og við erum í smá vanda vegna þess að samkvæmt umsögn Umhverfisstofnunar þingsályktunartillögu VG ekki mikil von það að losun Íslands verði innan þeirra marka sem sett voru í fyrir hönd Íslands og öðru skuldbindingartímabili Kyoto-bókunarinnar. Ég átti mjög erfitt með að finna upplýsingar þetta mál. Það var eiginlega vonlaust að finna eitthvað í einhverjum skjölum hvað mætti til dæmis nýta bindingu mikið eða breyta landnotkun. En mér sýnist að frá 2010, sem var náttúrulega áður en að þessi samning var gerð við Evrópusambandið, hafi markmiðið verið að draga úr losun 9% fyrir 2020 og binda cirka 23%. Það er að segja þannig að 32% yrði litið á sem framlag Íslands til að draga úr losun. Ég ætla aðeins að fjalla skýrslu Hagfræðistofnunar HÍ. Skýrsla var pöntuð í desember 2014. Almenningur fékk ekkert að vita það og gat ekki fylgst með. Birt átti skýrsluna fyrir París en niðurstöður þótt ekki birtingar hæfar. Og þá meini ég að það var ekki stjórnvöld, tel ég, sá ekki sér hag í því að segja frá því fyrir Parísarfundinn að losun væri hér að aukast, frekar að minnka. Og síðan var þessi skýrsla ofan í skúffu ráðherra fram yfir kosninga 2016 og nýr ráðherra fékk svo ósaman í fangi í janúar 2017 og fór nú fljótlega í fjölmiðla og sagði frá þessu. Ef fólk veit ekki vandamálið, af hverju á það að reagera? Við verðum að umhverfisyfirvöld verða að segja frá strax og satt og rétt og veita almenningi aðgang þessum upplýsingum þannig að fólk sjáu hvað þurfa að gera. Ég held að þessi vinnubrögð myndi ekki líðast á öðrum Norðurlöndum eða hinum Norðurlöndunum. Ég bjó í Svíþjóð í 17 ár og þar offentlighetsprinsipin eða prinsipin að all gögn ríkisins séu aðgengileg mjög heilagt. Það búið að vera í sænskum stjórnmálum, sænskum lögum og stjórnarskrá frá 1700 og eitthvað. Þessi upplýsingaskylda stjórnmála er mjög rík. Og svo spurning núna, vil nefna það til að byrja með að skýrsla ráðherra sem hún skilaði Alþingi byrjun mars. Þótti mér alveg ágætlega læsileg og miklu auðveldara að skilja heldur en það sem að háskólinn hafi skilað. Hún var kannski tæknilegri sem kom frá háskólanum en þetta var eina af þessum skýrslum sem ég virkilega græddi á. Þar segir líka greiningarvinna á tillögum ESB og hvaða áhrif þær hefðu á Íslandi nú í gangi á vegum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og fagstofna. Hefur þá umhverfisráðuneytið fengið tillögu frá ESB? Noregur fékk þar fyrir 10 mánuðum síðan og norski ráðherrann fagnaði þeim mjög. Það dragur losun 40%. Ísland eina landi sem hefur ekki fengið þessa tillögur. Hvernig stendur það því? Það hefur dregist í 10 mánuði. Það kannski komnar til ríkisstjórnarinnar en frá því hefur ekki verið sagt. Það væri gott að fá það upplýst. Og eins og kom fram hjá Vöndu þá maður búast við að vera setta kröfur á Íslandum 35–40% samdrátt og það kemur einnig fram í skýrslu ráðherrans. Þannig að Alþingi veit það. Reglur losun og kolefnisbindingu vegna landnotkunar munu takmarka möguleika Íslands, benti Vanda á. En tillaga ESB frá því fyrra gerir ráð fyrir því að Írland fái mest svigrúm af löndum ESB til að uppfylla skuldbindingar sínar með aðgerðum á sviði landnotkunar eða 5,6% og landnotkun þá aðgerðir eins og skógrækt, landgræðsla, endurheimt votlendis
og ástæða þess að Írar fengu 5,6% svo að losun frá landbúnaði á Írlandi 30% af heildarkökunni en hér hún 14%. Ég held að verði nokkri sem að verði svolítið fúlir ef að þeim sagt að skógrækt sé ekki mjög gagnlegt til þess að uppfylla skuldbindingar Íslands. Hún sé vissulega gagnleg, það vissulega gagnlegt að endurhenda votlendi fyrir lífríki og fyrir loftslagið en tikkar ekki svo mikið kannski inn í skuldbindingarnar. Ég svo sem þori ekki að segja hvað Ísland fær hátt hlutfall. Við erum náttúrulega öðruvísi en allir aðrir eins og allir vita og hefur mikla sérstöðu en þetta held ég hef ekki komið nógu vel fram nema þá í skýrslu ráðherra. Í skýrslu Hagfræðistofnunar talað mikið bindingu en kemur hvergi fram að ég sjái að það séu takmarkanir því hvað maður binda mikið. Svo náttúrulega spurning hvað Ísland vil gera, það er ágætis samhljómur hér inni, takk fyrir, en í tilkynningu landsmarkmið Íslands frá 2015 kemur fram að Ísland gerir fyrirvara með ekki ná samningar þá geti menn bara sagt skilja við Evrópusambandið og skila eigin gögnum inn til loftslagssamningsins og miðað við það erfiðleika sem eru framundan og þeir eru nokkrir og þetta verður mjög dýrt þá munu það raddir koma upp að hættum þessu helvítis Evrópusamstarfi, þetta bara leiðindi og þeir gera okkur kröfur og förum bara í þetta sjálfur, við erum hvort opbáslega duglegir í endurnýjanlegri orku og svo framvegis. Þessar raddir hljóta að koma upp og því þarf að svara. Takk fyrir mig. Takk fyrir Árni. Önnur brýning. Þetta hægt, segiru. Kallað eftir meira gegnsæi og meiri upplýsingum. Það eitthvað sem að svolítið áskorun til okkar umhverfisyfirvalda, held ég. Ekki veit ég hvað þetta var. Sindri, þú voru nú að útskýra þetta fyrir mér. En við þurfum öll að gera okkar og næst fáum við rödd úr iðnaðinum. Magnús Þór Ásmundsson forstjóri Fjarðaráls og næstur. Sindri, þú. Þetta var allavega ekki hluti af kynningunni minni. Góðir áheyrendur, forsvarsmenn Umhverfisstofnunar og aðrir, þakka ykkur fyrir að bjóða mér og fjalla hérna þetta mikilvæga mál, loftslagsmálin, þar sem mig langar til þess að fjalla álframleiðslu á Íslandi og kannski aðeins breiðara samhengi líka á heimsvísu og undir kannski yfirskriftinni að ál geti verið hluti af lausninni. Efnið sem ég ætla að fara yfir í dag eitthvað á þessa leið. Ég ætla að segja ykkur örstutt frá Fjarðaáli, starfsumhverfi áliðnaðar. Mér langar til þess að spyrja þessar spurningar, eigum við að framleiða ál yfir höfuð? Í kjölfarið á þeirri spurningu þá líka hægt að spyrja sig hvar eigum við að framleiða það? Og eins og ég sagði í yfirskriftinni þá get ég fjallað þetta undir þessari yfirskrift að ál hluti af lausninni. Nú síðan mun ég fara yfir árangur í umhverfismálum í áliðnaðinum og hvað við getum áfram lagt af okkar mörkum. Fjarðaál var gangsett árið 2007, framleiðslugeta 350.000 tonn, það stærst þriggja íslenskra álvera. Útflutningsverðmætin 2016 voru 71 milljarður króna, lækkuðu talsvert frá fyrra ári þegar þau voru 92 milljarðar, en álverð hefur lækkað og gengi krónu hefur haft áhrif á þetta líka. Hjá Fjarðaáli starfa 550 starfsmenn og 350 verktakar á daglegum
grunni. 25% starfsmanna eru konur og það er eitt hæsta hlutfall í álverum almennt. Það er hæsta hlutfall í álverum Alcoa á heimsvísu og við viljum gera ennþá betur. Við viljum bara hafa jafnt hlutfall karla og kvenna. Og ánægjulegt að segja frá því að í apríl núna síðastliðnum að þá fór Fjarðaál í gegnum loka úttekt fyrir jafnlaunavottun og þrátt fyrir raddir úr svona samtökum atvinnurekenda þá tel ég það ekki vera íþyngjandi. Mér finnst það vera sjálfsagt mál. Þetta nú framleiðsluvörurnar okkar. Við framleiðum málmblendi stangir sem að notaðar eru í bifreiðaiðnað, við framleiðum álvír sem að notaðar eru í rafmagnskapla og svo hleifa sem að notaðar eru meðal annars í drykkjarvörudósir. Starfsumhverfi okkar er eitthvað á þessa leið. Hérna sjáum við fjörðin okkar fagra. Álverið er staðsett í Reyðarfirði og þið sjáum Eskifjörð sem að gengur inn úr Reyðarfirði þarna líka. Við starfum samkvæmt starfsleyfi frá Umhverfisstofnun og höfum ítarlega vöktunaráætlun þá losun sem að frá okkur kemur. Það eru mikla mælingar sem við gerum. Mér langar að nefna hérna líka varðandi aðstæður Fjarðaáls sérstaklega að við erum í lokuðum firði og það setur svona ákveðnar kröfur á okkar rekstur og það er áskorun fólkin í því sem að við þurfum að standa undir en ytri aðstæður eins og veður hefur áhrif á loftmengun frá okkur. Meðal annars hitahvörf í firðinum sem að geta valdið því að útblástur staldrar við. Nú við störfum samkvæmt vottuðum ferlum. Við erum með umhverfisvottunina ISO 14001, öryggisvottun OSAS 18001 og svo gæðavottun ISO 9001, þannig að við störfum samkvæmt vottuðum ferlum. Og síðan eru þarna Alcoa Self-Assessment Tests en Alcoa gerir mjög ítarlegar kröfur sem að ganga í raun lengra heldur en þær gæðavottanir sem að við fylgjum eftir og það eru gerðar svona innri úttektir á vegum fyrirtækisins hvort að við stöndumst þessar kröfur. Starfsumhverfi áliðnaðarins á Íslandi eins og Vanda kom inn á í sínu fína erindi að þá er áliðnaður á Íslandi hluti af viðskiptakerfi Evrópusambandsins losunarheimildir. Markmiðið þar er 43% samdrátt í losun frá árinu 2005 til 2030 og Vanda útskýrði ágætlega svona samhengi þarna á milli en ég vildi svona vekja athygli á því að við stöndum sem sagt innan viðskiptakerfis Evrópusambandsins en það er svona kannski tekið út fyrir sviga í Parísarsamkomulaginu en gengur í raun lengra í markmiðum sínum. Á grafinu þarna fyrir neðan er yfirlit yfir losunarheimildir íslenskra álfyrirtækja og sem sagt, við fáum úthlutað eða orkufrekur iðnaður fær úthlutað fríum losunarheimildum og það er gert í þeim tilgangi að koma í veg fyrir kolefnisleka til landa þar sem að veikari kröfur eru gerðar. En eins og þið sjáið á bláu sólunum að þá fer fríu losunarheimildunum fækkandi en við þurfum að kaupa umfram heimildir og höfum frá því að kerfið var sett á keypt umfram heimildir fyrir 900 milljónir króna. Starfsumhverfi áliðnaðarins í heild. Heildarframleiðsla ársins 2016 var 59.000 tonn og eftirspurn eftir áli, hún er að aukast ár frá ári, er svona 6% eftirspurnaraukning hefur verið undanfarin ár og fyrirsjáanlegt að það verði áfram. Á myndinni vinstra megin kortinu þá sjáum við hvar í heiminum ál er framleitt og tölurnar sem við langar sérstaklega til að benda á þarna er að af 59.000 tonnum af áli sem að framleitt var á síðast ári voru 32.000 tonn tæplega framleitt í Kína. 3.800 tonn í Evrópu en meira en helmingur af því áli sem að framleitt í heiminum er framleittur í Kína. Á grafinu hægra megin þá sjáum við hvernig þessi þróun hefur verið undanfarin ár.
þar sem að vöxturinn hefur verið gríðarlega hraður og mikill í Kína en minni annar staðar. Og mig langar til þess að spyrja, er þetta þróun sem að við viljum sjá? Er þetta góð þróun? Er þetta jákvæð þróun? Mitt svar er stutt og laggott. Nei, þetta er ekki góð þróun, sérstaklega með tilliti til loftslagsmála vegna þess að ál í Kína er framleitt úr raforku raforkuverum sem að kynnt eru með brúnkólum að langmestu leyti, og ef að við tökum heildarframleiðsluferli áls sem að framleitt er með þannig orku, að þá er útblástur gróðurhúsalofttegunda 10 sinnum meiri heldur en útblástur úr því ferli sem að við þekkjum hér á Íslandi með vatnsorkuveri. Ál sem hluti af lausninni. Getum við svarað þessari spurningu? Eigum við að framleiða ál? Er það jákvætt með einhverjum hætti? Hérna er hringrásarhagkerfi álframleiðslunnar. 75% af því áli sem að framleitt hefur verið frá upphafi er enn í notkun og 50% nýframleitts áls er enn í fyrstu notkun, og það er gert ráð fyrir að eftirspurn eftir nýju áli haldi áfram að aukast til 2030, en ál er stöðugt endurunnið, og það sem er jákvætt við það er að ál tapar ekki eiginleikum sínum eða gæðum við endurvinnslu. Ál er notað í samgöngutækjum. Það minnkar losun í samgöngum vegna þess að ál er léttmálmur sem að léttir farartæki, minnkar eldsneytiseyðslu og þar með útblástur. Þetta á við farartæki eins og bifreiðar og flugvélar, járnbrautarlestar. Byggingar sem að framleiddar eru úr áli hafa gríðarlega góða endingu. Nú umbúðir, drykkjarvöruumbúðir, þær eru léttari, þær eru endurvinnanlegar og auðflytjanlegar, þær staflast betur, og síðan þekkjum við neytendavöru eins og tölvur og síma þar sem að ál er nýtt kannski sérstaklega í þeim tilgangi að ál hefur einstaklega góða hitaleiðni og fartölva sem að framleidd er úr áli eða er með ál yfirborði, hún þarf minni kælingu til að mynda í gegnum viftu, notar þar að leiða minni orku, og síðan er þetta notað líka bara í útlitsskyni því að álið er nú bara svolítið kúl. Hérna sjáum við yfirlit yfir farartækin. 1 kílógramm af áli í stað stáls í bíl getur sparað 20 kíló af koltvísýringi af losun á líftíma bílsins, allt að 80 kíló í stærri farartækjum og lestum, og það má svona summera þetta upp að 20 miljón tonn af áli í farartækjum dagsins í dag getur sparað 500 milljónir tonna af losun gróðurhúsalofttegunda og yfir 100 milljarða lítra af olíu. Hvaða árangri er áliðnaðurinn að ná? Við vinnum í stöðugum umbótum í áliðnaðinum almennt. Vissulega þá, eins og Árni Finnsson benti á, að þá eykst losun þegar að ný framleiðsla er sett af stað eða nýju álveri eða kísilveri er hleypt af stokkunum, en losun hefur til að mynda minnkað per framleitt tonn, og þetta hefur gert án stjórnvalds aðgerða sérstaklega þar sem að hvatinn hefur komið innanfrá í álverunum. Hérna sjáum við yfirlit yfir raforkunotkun á heimsvísu per framleitt tonn af áli, þar sem einingarnar eru orðnar hagkvæmari og raforkunotkun er að minnka ár frá ári per framleitt tonn af áli. Losun gróðurhúsalofttegunda einnig per framleitt tonn af áli. Þarna hefur orðið algjör stökkbreyting á frá fyrri tíð, og þið sjáið að hallatalan hún er ennþá niður á við hvað varðar losunina. Gróðurhúsalofttegundir frá álverum eru bruni á forskautum og svo losun PFC gróðurhúsalofttegunda sem verður til við svokallaða ristíma í áli, og þar hefur náðst gríðarlega góður árangur í minnkun til dæmis losunar á PFC lofttegundum.
Þetta eru svona sambærilegar upplýsingar en sýna enga síður saman framleiðslu magn og losun per framleiðslu magn, og það er mjög ánægjulegt að sjá að á meðan að framleiðslu magn hefur aukist þá hefur losun per tonn verið að minnka, eða í raun og veru heildarlosun gróðurhúsalofttegunda hefur minnkað á sama tíma og framleiðslumagn eykst. Þannig að bilið á milli línanna er að stækka og það er mjög jákvæð þróun. Þessar myndir þær eru úr erindi sem að Bryndís Skúladóttir hjá Samtökum iðnaðarins hélt á ársfundi Samáls í gær. Og þetta eru sem sagt álverin á Íslandi. Ef við kemum aðeins að Fjarðaáli og okkar umhverfi, starfsleyfi og vöktunaráætlun, hérna er yfirlit yfir flúorútblástur frá álveri Fjarðaáls, en við, semst okkar starfsleyfi kveður á að flúorútblástur frá okkur megi vera alltaf 0,35 kg flúor per tonn af áli. Við höfum alla tíð verið undir okkar starfsleyfi og erum í mjög góðum rekstri í dag með losun upp á það bil 0,25 kg flúor per tonn af áli. Flúor í grasi er samkvæmt vöktunaráætlun fyrir velferð dýra sem bíta gras í Reyðarfirði. Sérstaklega vöktunaráætlun okkar gerir ráð fyrir því að flúor í grasi geti verið alltaf 40 mikrogram flúor per gram af grasi. Við fórum yfir þau mörk árið 2012 og vökuldauga Umhverfisstofnunar bent okkur á það. Síðan þá hefur vöktunaráætlunin verið aukin og við höfum náð mjög góðum árangri í umbótum bæði af okkar tæknilegu kerfum og ferlum. Myndin er af vöktunarstöð, einnig af mörgum sem eru í Reyðarfirði þar sem að loftgæðamælingar fara fram. Stöðugar umbætur í umhverfismálum, þetta er sem sagt hvað erum við að gera og hvað getum við gert til þess að gera betur. Mér langar að vekja athygli á myndinni sem er af settjörn sem að er á álverslóðinni hjá okkur. Það eru 2 svona settjarnir en allt regnvatn af svæðinu fer í gegnum settjarnir áður en það fer til sjávar. Ekkert ferlisvatn fer til sjávar. Það er í lokaðri hringrás í kerfunum hjá okkur. Við vinnum að stöðugum umbótum og í umhverfismálunum þar sem að teljum það vera afar mikilvægt. Við erum að innleiða sjálfstýrð eða hlutverkastýrð teymi þar sem að umhverfis hlutverk er hlutverk sem einn starfsmaður fær í hverju teymi og sá starfsmaður fylgist þá sérstaklega með þeim þáttum og hvetur aðra til dáða. Við erum með stýrihóp vegna flúorútblásturs, 2 reyndar, þar sem áherslan er á vaxtartíma gróðurs, hvað við getum gert í umbótum til þess að minnka flúormengun og þarna er tilgangurinn að færa ábyrgðina sem næst starfseminni sjálfri. Meðvitund og áhugi er forsenda fyrir árangri. Mér langar til þess að taka undir það sem að Kristín Linda sagði í sínu erindi hugarfarsbreytingu. Ég tala hérna kannski meðvitund eða umhverfisvitund. Þetta er það mikilvægasta sem við getum gert og ég get tekið orð Kristínar Lindu hugarfarsbreytingu og minna inn í okkar starfsemi með mjög auðveldum hætti. Þetta geta vel verið einkunnarorð okkar í umhverfisvitund. Við þurfum og eigum stöðugt að vera að bæta umhverfisvitund okkar starfsfólks. Það á enginn að ganga fram hjá keri sem er illa lokað. Það eiga allir að hafa áhuga á því að laga til og leggja sitt á mörkum til að gera betur. Ég ætla ekki kannski að summera upp allar þær aðgerðir sem við erum með í gangi en þær eru gríðarlega margar. Göngutúrar stjórnenda þar sem að við förum og ræðum við fólk, skoðum vandamál. Gemba er þetta kallað, go see, asquai, show respect. Þetta er að vera svona þáttakandi í vandamálalausnum. Að síðustu áframhald þær umbætur sem að við vinnum að í umhverfismálum. Við vinnum umbóta verkefni eða Kaizen eins og það er kallað. Við höfum nýlega lokið Kaizenni endurvinnslu álgjalds í steipuskála þar sem við endurvinnum það á staðnum. Nota bene það fara
Við endurvinnum nánast allar okkar aukaafurðir, við endurvinnum 99,5% af okkar aukaafurðum, eingöngu 0,5% fer til urðunar og það lífrænn úrgangur úr mötuneyti fyrirtækisins. En það ánægjulegt alltaf þegar við getum endurnýtt á staðnum og það gerðum við til dæmis með þessu umbótaverkefni við endurvinnslu álgjalds. Minnkun ryks, við höfum unnið mjög ítarlega í því, endurnýjun Kerloka, svo stór fjárfestingaverkefni, ný hönnun súráls matara. Þetta var verkefni sem kostaði fyrirtækið yfir 500 milljónir íslenskar króna, var unnið á síðustu 2 árum og hefur minnkað ristíma í kerum og PFC-losun sem eru mjög sterkar gróðurhúsalofttegundir gríðarlega hjá okkur og við eigum enn eftir að sækja frekari árangur þarna. Ég get ekki ítrekað þetta nógu mikið efla umhverfisvitund og áhuga. Við gerum þetta meðal annars með þjálfun og fræðslu okkar fólks og við eigum að gera þetta almennt í samfélaginu okkar með ungt fólk, efla umhverfisvitund og fleiri verkefni sem við höfum farið í. Fyrir utan álverið höfum við tekið þátt í samfélagsverkefnum eins og skógrækt og Vatnajökulsþjóðgarði og við erum alltaf til í að taka þátt í samtali aðgerðir þar sem við getum lagt okkar af mörkum. Það síðasta sem að mér langar til að nefna hér og við eigum og verðum að gera, ég nefndi hér fyrr í mínu erindi að álverin á Íslandi hefðu greitt hingað til 900 milljónir í orkuskatt vegna losunarheimilda til viðskiptakerfis Evrópusambandsins. Þessir aurar hafa ekki skilað sér til Íslands ennþá, en þá verður að sjálfsögðu að sækja og stjórnvöld verða að gangi það verkefni því að þarna eru tækifæri fyrir okkur til að efla til dæmis loftslagssjóð. Ég hef oftar en einu sinni komið á ársfund Umhverfisstofnunar og alltaf jafn ánægjulegt. Eitt eftirminnilegasta erindi sem að ég man eftir, það var þegar að Saga Garðarsdóttir steig hér á stokk og flestir mistu nú hökuna. Ég sé að veit ekki alveg hvort að Umhverfisstofnun vissi hvað þau voru að kaupa þá, en hérna það farin öruggari leið í dag. Ég hlakka til að hlusta á forseta Íslands og fleiri hér í dag. Takk ykkur fyrir mig. Takk fyrir Magnús. Hvatningin úr hans erindi kannski gerum meira en okkur skylt og vissulega endurvinnslan þýðingarmikil. Nú, Brynhildur Pétursdóttir hefur tekið að sér að vera rödd neytenda í dag. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir að bjóða mér, kæri gestir. Ég ætla að deila með ykkur þeirri reynslu að deila bíl. Þið heyrið að þetta er setning sem ég búin að undirbúa. Mér finnst rosa gott að hafa fengið tækifæri til að standa upp og labba hérna upp á svið. Mér finnst rosa erfitt að sitja lengi, þannig ég tek því ekki illa upp ef ykkur vill standa hérna upp og aðeins að rétta úr sér, bara svo það sé sagt. Sem náttúrulega enginn ætlar að gera. En það allt í lagi. Gerum það, það ekki. Annars bara sofnið undir þessu fyrirlestri. Smá svona aðeins. En hérna áður en ég missi ykkur samt alveg út í ruglið, þá ætla ég ætla að byrja aðeins fyrir 20 árum þegar ég bjó í Danmörku við hjónin með 2 lítil börn og þar vorum við í 5 ár og hjóluðum allt. Og við byggum í Óðinsvéð sem er ein besta hjólreiðaborg í Evrópu og þar uppgötvuðu menn fyrir áratugum að það gera fólki auðvelt að hjóla og það var raunverulega auðveldara að hjóla en að aka á bíl. Þegar við flytjum heim þá erum við í rauninni bara strax í flugvélinni komin bæklingana hagstæðu bílalánin því að auðvitað getur maður ekki búið á Íslandi að segja bíl. Þannig að við kaupum okkur einhverja bíldröslu þarna á bílaláni og svo keyrt á bílinn og við sitjum eiginlega uppi með það að fá okkur smotteri greitt út og þurftum þá að kaupa annan bíl og þau fóru að reikna bara með að fara á síðu FIB hvað það kostaði að reka bíl og kaupa bíla með láni, fá lán. Það reiknaðist með til að geta tekið 2 leigubíl á dag og við raunverulega veltum fyrir okkur þá að bara kaupa ekki bíl og bara senda krakkan á 5 leika æfingu í leigubíl og kannski leigja bíl á og til og einhvern veginn, en við treystum okkur ekki til þess og keyptum bíl og það var frábær bíl sem við ætluðum bara svona að keyra út, nema það var aftur keyrt á okkur og við alltaf í rétti, við erum ekki tryggingasvikarar,
við sem sagt fengum bílinn greiddan út og það var ekki jafn góður díll, þarna vorum við með góðan bíl og fengum rauninni frekar lítið fyrir hann. Að tryggingafélagið sagði að borgaði sig ekki að gera við bílinn en svo sáum við hann reyndar nokkrum mánuðum seinna bara út á götu, þannig að ég pínu bitur ennþá út á því. En áfram með smjörið, þá var spurningin, eigum við núna að pröfa að eiga engan bíl? Nú eru krakkarnir orðnir stærri og við bara gerist samfélagstilraun og við ákváðum að láta reyna á það. Settu bara það sem við fengum fyrir bílinni, bara geymdum það. En mér fannst þetta mjög erfitt og ég þurfti að vinur minn, hann á vinkonu sem hafði pröfað þetta og ég lét hann bjóða henni og mér í kaffi. Ég þurfti bara að fá andlegan stuðning. Af því að ef ég ætlaði að gera þetta, þá ætlaði ég að gera þetta. Það var ekkert í boði að fara svo 3 vikur seinna og kaupa bíl og segja að þetta gekk ekkert. Mér langaði að pröfa hvernig að eiga ekki bíl á Akureyri. Og þetta gerðum við 1 ár og þetta var áskorun og þetta var alveg erfitt og maður þarf alveg á því að halda eiga vini sem eiga bíla. Og stundum leigðum við bíl, kannski tókum við bara ódýran bíl 1 dag og fórum þá bara í bíkó og allt svona sem maður þurfti að gera. Þannig nú tökum maður leigubíl og maður má ekki alltaf vera að sjá eftir peningnum. Maður að spara svo mikið með að eiga ekki bíl, þá á maður ekki að vera að sjá eftir þó maður taki leigubíl eða leigi bílleigubíl þegar maður þarf að skjóta suður eða eitthvað því um líkt. Síðan kemur upp svo hugmynd að vinafólk okkar, þau voru skilin en þau áttu bílinn saman og höfðu bílinn alltaf þar sem börnin voru. Þau þurftu að endurnýja bílinn og þá var hugmyndin, eigum við að kaupa bílinn með þeim? Og svo hugmynd að fá þá hálfan bíl allavega eftir að hafa ekki átt neitt bíl, hún var bara alveg aðlaðandi, þannig að við förum þá út í það að kaupa bíl. Það þessi Skoda Fabia og þetta er maðurinn minn og ég og svo Hanna og dóttir hennar. En vinur okkar, fyrrverandi maðurinn og Hönnu, hann var með í þessu kompani en svo keypti hann sér sinn bíl. Og það var mjög gott því hann bæði hjálpar það okkur og henni. Hann kemur okkur með í bíó ef við erum að fara í bíó og svo bjargar hann þá Hönnu með börnin og þar fram til götunum. Þetta er alveg engin tilviljun þessi uppstilling, við teljum að það vinur okkar sem átti bíl hann í smástund fór eitthvað inn í Eyjafjarðarsveit og það týndust hjólkoppar og við hefum aldrei keypt nýja hjólkoppa. Það er bara 1 hjólkoppur á bílnum og ég skil ekki eins hvað hjólkoppar eru, þannig að okkur er alveg sama. En því þetta var fyrir blað, þetta var í Akureyri vikublað og ákveðum við að sýna það besta af bílnum. Og þetta er í rauninni þetta er ágætis bíl, þetta er díselbíl og hann eyðir mjög litlu. Og við ætlum bara að keyra hann út og ég er aðeins búin að bakka þarna eitthvað á skemmapínu. Hanna var einhvern tíma, það var svona snjóra eitthvað, hún tekur eitthvað kreditkort eitthvað og rispaði rúðurnar og það er eitt og annað en hann gengur og við skiptum þessu þannig að það er viku vika eða 5 dagar, 5 dagar. Hanna vinnur hjá Össur og er svolítið í útlöndum og oft í Reykjavík þannig að þá skutlaði henni bara á völlinn og er með bílinn á meðan og það er eiginlega þannig að við erum meira með bílinn, mér finnst það. En þetta gengur mjög vel og þetta er alltaf svona eitthvað, nei guðanabænum, hafð þú bílinn um helgina? En við erum báðar svona einhvern veginn, já, alltaf höfum áhyggjur af því að við séum svona kannski of frekar með þetta og við búum nálægt hvor annarri. Þannig að það er bara, ef ég veit að ég er að fara í leikhúsi á laugardagskvöld, þá segir ég það bílinn á laugardaginn. Eða þá ég tek leigubíl. Síðan greip mig nú eitthvað svona æði að mér fannst að nú væri komið tími til að við ættum brokka bíl. Hvað ef ég vil bara keyra yfir í Vaðlaheiði og labba upp á Skólavörðu miðvikudagskvöldi? Mér fannst þetta eitthvað vera orðið svona, það er sjálfstæði í því að eiga bíl. Og ég fer að skoða á markaðurinn eins og þið viti er yfir fullur af notuðum bílum og þetta fá mjög góða bíla, góðu verði, en maðurinn minn sagði ef við kaupum bíl þá kaupum við umhverfisvænan bíl, það kemur bara ekkert annað til greina. Og við svona eitthvað þráttum eitthvað aðeins þetta og það er lítið af umhverfisvænum bílum komnir í endursölu, þannig að þú kaupir þá bara í rauninni næstu í nýjan bíl. En eins og hann sagði svo réttilega að ef enginn ætlar að gera neitt þá gerist ekki neitt. Og ef við getum ekki keypt umhverfisvænan bíl þá hann sé dýrari, ég meina hver á þá að gera það? Og ég stoppaði stutt við í pólitíkin en ég man eftir því að hafa gagnrýnt til dæmis Gunnar Braga sem var með, Árni var að sýna glærur frá honum þar sem hann miklar áhyggjur af loftslagsbreytingum en gott ef hann keypti ekki Land Cruiser þegar hann var ráðherra. Þannig að ef menn ætla aldrei að put their money where their mouth is, þá gerist ekki neitt. Þannig að staðan er núna þannig að við ætlum bara að eiga áfram þennan bíl. Ég þarf ekkert að komast yfir í Vaðlaheiði allt í einu á miðvikudagskvöldi og ef ég þarf þess þá hringi ég bara í Hönnu eða væntanlega er ég að fara með einhver vinkonu minni þannig að þetta var meira svona, mér langaði að vera svona þessi spontan típa sem fer allt í einu á Siglufjörð á kaffi
húsið þar sem súkkulaði en hvort ekkert svo típa, þannig að, og ef það æði grípur mig þá leiði ég bara lítinn Jaris af Höldur, ég með góðan díl hjá þeim. Þannig að þetta gengur bara ágætlega og þetta verður svona eitthvað áfram, en auðvitað á einhverjum tímapunktum við kaupa okkur rafbíl og maðurinn minn búinn að kaupa eitthvað svona, hann keypti einhvern 100.000 kall í nýrri Tesla. Það var eitthvað fjáröflun, þannig að við eigum von á Tesla næstu árum. Mér langaði síðan að sýna ykkur aðeins í framhaldinu og þú stoppar með því ég hef enga tilfinningu fyrir tímanum. Það var gerð rannsókn nýlega hjá RHA, ég man ekki hvað hún hét, eitthvað viðhorf Eyfirðinga og mér finnst þessi glæra mjög áhugaverð, stalin úr glærunum hjá þeim. Af því að kosturum við Akureyri og ástæðan fyrir getur í bíllaus, því gerum alveg grein fyrir þetta verið mjög erfitt hér í Reykjavík, ég hef alveg búið í Reykjavík líka. Það stutt á milli staða, það tiltölulega svona, hvað að segja, það sjaldan slagveður, það oftast maður klæðir af sér kuldann og það þægilegt að ganga. En þegar þetta skoðað, þetta á Akureyri, hvernig ferðast fólk til vinnu og skóla, þá alveg ótrúlega mikil umferð. Ég hugsa sko, í litlu bæjunum hlutfallslega bara meiri umferð og fólk meira að nota bílinn að skjótast út í búð og kaupa rjóma. Og þarna unga fólkið í rauninni mikið að nota einkabílinn til og frá skóla. Við sjáum þetta við VFMA og Emma með skoða hugmynd sem kom upp hjá einhverjum að það ætti að loka bílastæðinu við Emma og segja loka vegna loftslagsbreytinga. Þannig að þarna svo klárlega verk að vinna og mér finnst það svo mikil forréttindi í rauninni að geta gengið í vinnuna. Að þurfi ekki að vakna, liggjandi í rúminu, sitja í bíl í 20 mínútur, heldur að byrja daginn á að labba í vinnuna í 10 mínútur. Þetta verkefni sem að Sigurður Ingi Friðleifsson eigi heiðurinn á því og hann nú í salnum einhvers staðar hjá Orkusetri. Þetta blævengur sem að kort af Akureyri með helstu stöðum, skólum og vinnustöðum og svo þetta að sjá þarna, þetta kílómeter og svo hvað þú ert lengi að ganga þennan kílómeter eða 500 metrar eða hvað það Og þetta mjög snið hugmynd og þetta að fara inn í skólana til að sýna raunverulega hvað stutt á milli staða. Og ég get sagt ykkur það þegar ég átti bílinn þá fór ég bara oft í vinnuna á bíl ef ég ætlaði kannski á Glerártorg, keyrði á Glerártorg, keypti eitthvað og fór heim. Svo þegar ég átti ekki bíl þá labbaði ég á Glerártorg á vinnunni og ég hélt raunverulega úrið hefði stoppað. Ég bara það að fara að skipta aftur á rafhlöðu. Nei, ég var 5 mínútur að labba. Ég hélt alltaf að þetta væri eitthvað svona miklu lengra af því að þegar maður keyrir, maður áttar sig ekki á þessu. En vegalengdirnar eru oft miklu styttri, þannig að þessi blæðingur finnst mér mikil snilld og það örugglega hægt að ræða við hann Sigurð að innleiða þetta á fleiri stöðum. Kannski þetta að gera þetta hér. Ef einhver þarf andlegan stuðning við að taka eitthvað skref, kaupa bíl númer 2 kannski með einhverjum í fjölskyldu vini eitthvað, þá má leita til mín. Þið finnir mig á heimasíðu Neytendasamtakanna og í símaskráni og svo þarf ég far núna eftir á Hlemm. Ég að horfa á Sigurð Inga. Þannig að ef þú eða einhver getur skutlað mér á Hlemm þá það eðlislegt. En kæra þakki fyrir mig. Góðan daginn og takk fyrir boðið. Ég hélt þetta augnablik þegar ég var að labba hérna upp að ég þið fyrsti maður sem ekki þið klappa fyrir að leiðin upp, en það reddaðist. Og ég vil þakka Brynhildi sérstaklega fyrir þetta skemmtilega erindi. Ég var núna í þar síðustu viku að þá vorum við að gera samninga við starfsmennin okkar 4 á skrifstofunni sem að vinna fyrir sauðfjárbændur svona græna samgöngusamninga. Og ég rak mig til dæmis á það að það var dálítið erfitt að finna módel og það svona hugmynd fyrir einhvern gáfaðan að setja upp svona beinagrind á netið svo að menn geti séu auðveldara að vaða í svona hluti. En erindi mitt ber yfirskriftina kolefnisjafnaður landbúnaður. Ég framkvæmdastjóri fyrir sauðfjárbændur en landbúnaðurinn allur þó mjög meðvitaður sitt kolefnisfótspor og bændasamtökin að vinna með umhverfisráðuneytinu, Landbúnaðarháskólanum og fleiri aðilum í þessu. En mig langar til að segja ykkur svolítið frá því sem að
við erum að gera við sauðfjárbændur. Fyrir rétt rúmum mánuði síðan þá var samþykkt á aðalfundi Landssamtaka sauðfjárbænda með öllum greiddum atkvæðum stefnumótun til ársins 2027. Þessi stefnumótun er í 10 liðum. Fyrir mér snúa þessi liðir allir að því að geta fengið hærra verð fyrir kjötið, en það er svo dásamlegt á þessum tímum að besti businessin er að vera eins grænn og maður mögulega getur. Þannig að þetta fer mjög vel saman. Mér langar að renna bara örstutt kannski upp á yfir þessa liði. Á síðasta ári þá var erfðabreytt fóður bannað í íslenskri sauðfjárrækt og þetta er fyrsta greinin þar sem erfðabreytt fóður er bannað og við erum mjög stoltir af því. Höfum hins vegar ekki fundið fyrir neinum stórkostlegum áhrifum á innanlandsmarkaði, en við höfum fundið fyrir töluvert miklum áhrifum í erlendis og við erum til dæmis þar að opnast fyrir okkur nýr háendamarkaður í Japan þar sem þetta skiptir höfuðmáli. Við viljum líka að allar afurðir verði rekjanlegar. Eins og við vitum þá fær hvert einasta lamb kennitölu þegar það fæðist númer og sem að fylgir því alla leið í sláturhúsið, í gegnum dýralæknaskoðun og almennt séð síðan ekki söguna meir. Þó eru undantekningar, fjallalamb komið með mjög flott kerfi þar sem allt er rekjanlegt. Það eru nokkrir veitingastæðir og þar með talið Grilli á Hótel Sögu sem eigu bænda þar sem að allt lambakjöt er rekjanlegt til heim og bæ og það er verið að vinna í nokkrum verkefnum þarna, en við viljum að hver einasti kjötbiti verði rekjanlegur á næstu árum. Við viljum líka fá dýravelferðin okkar vottaða. Við erum auðvitað að selja til Whole Foods í Bandaríkjunum sem að nú bara ansi flott vottun ein og sér, en við erum að skoða ýmsar aðrar alþjóðlegar vottanir og hvernig þær falla okkur. Og það nú einhvern veginn þannig að fyrsta skoðun á þessu sýnir að við uppfyllum nánast öll skilyrði alls staðar. Við viljum líka fá sérstöðin okkar alþjóðlega viðurkennda. Íslenska sauðkindin er komin inn í bragðverk Slow Food samtakanna sem er mikill heiður. Við erum að sækja upprunamerki Evrópusambandsins sem er þarna lengst til vinstri. Það hefur tekið töluvert langan tíma og það hefur einhverjum gengið mjög hægt þar sem þarf að fara í gegnum íslenskar stjórnsýslu. Það voru samin lög íslensku útgáfuna þessu í desember 2014. Reglugerðin var tilbúin síðsumars 2016. Eyðublaðið er ekki ennþá tilbúið en við fengum sérstakt leyfi til að senda inn umsóknina því við þurfum að fá fyrst íslensku viðurkenninguna, hún þarf að vera fylgigagn til Evrópusambandsins. Við samþykktum líka á þessum fundi að setja stefnu samfélagsábyrgð fyrir Landssamtök sauðfjárbænda og það er hópur sem er að vinna að tillögum þar sem eiga að vera tilbúna fyrir aðalfunda ári. Við viljum líka fara í að viðskiptin séu sanngjörn, við erum stundum á því að þau séu það bara alls ekki. Við höfum verið að vinna sérstaklega jafnréttismálum innan greinarinnar, höfum þar verið í samvinnu við Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum við Háskólann og svo vorum við var kjörinn hjá okkur nýr formaður fyrir mánuði sem er fyrsta konan sem að leiði samtökin, Oddný Steinar Valsdóttir, sem er þarna með 2 lömb af þetta forsíða bændablaðsins sem kom út í gær eða fyrradag. Við viljum líka að umhverfisfótsporið okkar sem er mjög lítið í öllum alþjóðlegum samanburði, við viljum sækja vottanir á það. Við erum ekki að nota hormóna, við erum ekki að nota vaxtarhvetjandi lyf, við erum með græna orku, við erum með íslensku landbúnað með langminnstu sýklalyfjanotkun af öllum iðnvæddum löndum. Norðurlöndin eru í algjörum sérflokki hvað þetta varðar. Við stefnum líka að fá vottaða umhverfisstjórnunarstefnu eins og erum komin langt á leið og það verður væntanlega á þessu ári. Það er að segja fyrir samtökin og þau fyrirtæki sem að þeim tengjast og við eigum í og það er stærsta fyrirtækið Ístex sem er ullarframleiðslufyrirtækið. Og þetta þýðir auðvitað að þá verður til eigendastefna hjá Landssamtökum sauðfjárbænda. Við viljum líka
tryggja sjálfbærni til framtíðar. Núna eru 95% af öllu lambakjöti sem framleitt á Íslandi undir hatti svokallara gæðastýringar, sem verkefni sem komið á árið 2003 að frumkvæði bænda. Þarna eru gerðar auknar kröfur og meðal annars þurfa menn að þarf landnotkun að vera á hreinu. Landnýtingarþátturinn er stærsti þátturinn þarna. Undir þessu kerfi er búið að vernda 300.000 hektara fyrir beit og græða 15.000 og svo er annað verkefni sem heitir Bændur græða landið sem við vinnum með landgræðslunni og þar er 35.000 hektara sem hafa verið græddir upp á síðasta aldarfjórðungi. Og þarna er mynd af nýjum atvinnuvegaráðherra, forstjóra landgræðslunnar, framkvæmdastjóra bændasamtakanna og formanni Landssamtaka sauðfjárbænda skrifa undir verkefni sem heitir Kortlagning gróðurauðlindarinnar. Og þetta er 10 ára verkefni sem að landgræðslan vinnur og þetta er eiginlega svona hálfgert gloppugreiningaverkefni á þeim vísundum og þeim gögnum sem að til eru til þess að við getum farið í miklu virkari og betri beitarstjórnun. Við teljum hún sé nokkuð góð en við viljum gera ennþá betur og við viljum fara alla leið. Við viljum að gæðastýringaviðmiðin okkar verði algild og við viljum ekki hafa neinar glufur þarna í. Og síðan erum við búin að vinna með Matvælastofnun undanfarnum misserum að því að herða þetta kerfi, taka fastar á þessu og mönnum er hent út ef þeir uppfylla ekki kröfurnar. Og af því að það fylgja peningar með þessu í gegnum búvörusamningana, þá er það ágætur hvati að menn geta verið að missa kannski þriðjung af þeim opinbera stuðningi allt upp í helming sem þeir fá ef að þeir eru ekki með í þessu. Að þá erum komin að kolefnismálum. Við höfum sett okkur þá stefnu að við viljum að greinin verði kolefnisjöfnuð fyrir árið 2027. Það er pínlítið verk og við höfum fengið Stefán Gíslason og hans fólk hjá Envire Ice, segir maður þetta ekki svoleiðis, til þess að hjálpa okkur, því við erum ekki sérfræðingar í þessu. En aðalfundurinn okkar er búinn að samþykkja þennan vilja og við teljum þetta sé hægt og við viljum ganga á undan með góðu fordæmi. Við viljum rækta sauðfé á litlum fjölskyldubúum á umhverfisvænan hátt í sátt við náttúru og samfélag og þetta er mjög mikilvægur þáttur þar. Þetta hefur nú aðeins verið menn hafa nú verið með þessar tölur áður í dag, svona það bil. Landbúnaður er þarna einhvers staðar í kringum 15% af heildarlosuninni og sauðfjárræktin er svona helmingin af því. Þannig að spurningin er, skiptir ekki máli hvað við erum að gera? Jú, og versta umhverfisráðherrann er farinn, en við teljum að það skipti verulega miklu máli hvað við gerum og hvernig við hugsaum þetta og við viljum gera vel og við viljum taka ábyrgð. Og það sem við ætlum að gera er að við viljum fara í uppgræðslu, endurheimt votlendis, nýræktun skóga. Við höfum meðal annars verið að vinna verkefni beitarskóga sem svo sem hefur gengið pínlítið illa að ná í gegn. Við viljum skoða orkunotkunina og orkuskipti. Það er mjög mikið sem er hægt að gera þar. Þar menn að nota dísilvélar og svo er það búfjáráburður og metangasframleiðsla. Þetta er allt saman verkefni sem við þurfum að vinna með öðrum. Við vinnum nú þegar mjög mikið með landgræðslunni og við vinnum með Matvælastofnun og við vinnum með ýmsum samtökum. Sérfræðingar umhverfisráðuneytisins hafa verið okkur ómetanlegir í ráðgjöf í þessum verkefnum. En það vantar líka inn í þetta fjármagn og við erum að vona að það fjármagn komi með einhverjum hætti inn. En ég get sagt ykkur hins vegar að þegar við vorum að í viðræðum búvörusamninga þá var ekkert sérstaklega mikill skilningur á þessum þáttum og við lögðum fram minnisblaðum
sem við köllum grænar áherslur og nánast öllu var hent út á fyrsta fundi, en við rifum upp verkefnið kortlagningu gróðurauðlindarinnar. Það hafi ekki tvisvar verið horfið út úr því sem kom frá ríkinu, en við hentum því alltaf upp á borðið aftur og náðum því sem betur fer í gegn. Og hérna svona rétt aðeins þar sem við slóum inn í reiknivél Kolviðar, að ef við ætlum að kolefnisjafna sauðfjárræktina, þá þurfum við svona tæplega 4 milljónir trjáa og það kostar okkur 800 milljónir á ári. Auðvitað erum við að tala blandaðar leiðir, en bara svona sem dæmi, ef að það pólitískur vilji og ef að það fjármagn, þá þetta hægt og viljinn að minnsta kosti fyrir hendi af hálfu sauðfjárbænda. En við erum að vinna í því með Stefáni og hans fólki að útfæra þetta nánar, þannig að við verðum með góða framkvæmdaáætlun. Og mér langar kannski bara örstutt svona í viðbót. Ég setti hérna viðbótarglærur ef að ég hefði nægan tíma. Ég ekki búin að hafa miðan ennþá. Við samþykktum líka neytendastefnu og mér finnst svolítið skemmtilegt þegar við erum að tala umhverfismál og sérstaklega þegar stjórnmálamenn og við opinbera talar umhverfismál. Við segjum lambakjötið okkar afurð. Við framleiðum þetta, það eru bændurnir sem eru andlitið á bak við lambakjötið. Og þess vegna megum við bara alveg hafa skoðun á því hvernig það sett fram og meðhöndlað annar staðar í ferlinu. Og við viljum að það sé gert af virðingu og að okkar sjónarmið komi alls staðar fram. Og það er víða brotalöm, merkingar í verslunum eru, ég veit ekki hvað orð á að nota, þær eru ekkert sérstaklega góðar. Miðað við þær uppsengingar sem við fáum, þá er mjög lítið eftirlit með þessum merkingum. Og ég spyr, ekki eðlilegt að til dæmis vara sé upprunamerkt alls staðar þar sem hún stendur neytendum til boða, líka í mötunetum og veitingastöðum? Og ekki eðlilegt að neytendur fái upplýsingar umhverfisfótspor vörunnar? Hvernig eigum við sem neytendur að geta tekið upplýstar ákvarðanir ef við fáum ekki þessar upplýsingar? Við getum keypt svansmerkt þvottaefni, en það ekki hægt að nota svansmerkið á kjöt sem dæmi eða tómata. Auðvitað eru mörg merki til, en neytendur vilja fá þessar upplýsingar. Eins upplýsingar dýravelferð. Dýravelferð hefur verið mikið í umræðunni að undanförnu. Núna í vikunni voru menn frá Whole Foods hér á Íslandi. Ég fór með þeim í fjárhús og sláturhús og þeir segja, þetta eru menn sem fara allan heim og skoða aðbúnað dýra. Og þeir segja, það hvergi farið jafn vel með nokkurt dýr í nokkru landbúnaði eins og íslensk lömb. Þeir tóku myndir af bóndakonum sem satt með lítið nýfætt móðurlaust lamb í fanginu og var að gefa því úr pela. En það hins vegar þegar fólk fer út í búð, þá horfa menn svolítið mikið í verðið og af því að Brynhildur hérna, þá þetta nú svolítið þá það pínulítið þessi umræða að verð sé alfa og omega í öllu sem að viðkemur neysluvörum og neytendum, sem kannski hefur verið ríkjandi. Kannski þetta viðhorf sem að við þurfum að breyta og að breytast. Og svo bara pínulítið stutt, við viljum líka horfa dálítið á börn og unglinga, sérstaklega í þessu tilliti. Ég fikk hjartaáfall fyrir allmörgum árum og hjartadeildinni, þegar ég vaknaði, þá fékk ég mat og ís í desert. Og þetta var mér boðið upp á meðan ég var að lesa bæklingana að ég ætti ekki að borða hvítan sykur. Ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum öll saman að skoða og þetta skiptir miklu máli. Eins og ég sagði áðan, við þurfum líka að bæta eftirlitið. Félagi minn er verslunarstjóri í stórri verslun hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég spurði hann að því hversu oft menn hefðu komið til hans til þess að fylgjast með því að það sé rétt merkt upprunaland, til dæmis á grænmetinu, frá því hann byrjaði. Hann búinn að vera í 4 ár, aldrei. Kannski að það komið og laumast inn, ég veit það ekki, en verslunarstjórinn hafði aldrei orðið var við það. Og síðan það
fordæmi hins opinbera. Af hverju í ósköpunum er það ekki stóra málið þegar hið opinbera er að kaupin vörur að það sé hugsað umhverfisfótspor vörunar? Af hverju er verðið aðalmálið? Það sem okkur er boðið upp á hérna, með fullri virðingu fyrir öllum, haldið þið að það hefur verið tekið tillit til umhverfisfótspor bakkelsisins. Ríkið er að bjóða 1000 manna upp á hádegismat í mötunni til landsins. Er tekið tillit til umhverfisfótspors við innkaup þar? Er tekið tillit til umhverfisfótspors við innkaup á skólamat? Nei, ég fullyrði að svo er ekki af því að ég á 6 börn og hef fylgst vandlega með þessu og það er bara að hugsa verðið. Stöku sinnum ef maður er heppinn, þá er spáð dálítið í næringargildinu, en það er ekki nokkur maður sem spáir í því hvert kolefnisfótspor þessara vöru var og ég held að ef að Íslenska ríkið myndir setja þetta í öndvegi við vörukaup, þá erum við búin að stíga risaskref. Takk fyrir mig. Takk fyrir Svavar. Besti businessin er að vera eins grænn og maður getur. Ég held við getum tekið undir það. Að þurfa að vinna með öðrum kemur heldur ekki á óvart. Það er samtakamátturinn eins og var komið inn á hérna strax í upphafi hjá ráðherra. Það sem við gerum næst er að starfsfólk Umhverfisstofnunar kemur hér upp og fjallar áskoranir og lausnir í loftslagsmálum, hvert frá sínum sjónarhorni. Það eru Ólafur A. Jónsson, Guðmundur B. Ingvarsson og Birgitta Stefánsdóttir. Ólafur, þú ert fyrstur. Forseti, fundarstjóri og aðrir góðir gestir. Ég er hingað kominn til þess að ræða í stuttu máli áhrif ferðamanna á loftslag, hvert við erum komin og hvert við viljum stefna. Ferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna setti saman skýrslu árið 2008 tengsl loftslagsbreytinga og ferðaþjónustu. Í skýrslunum var fjallað áhrif loftslagsbreytinga á ferðaþjónustugreinina sem og áhrif af völdum ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan, eins og við vitum, er sjálf viðkvæm fyrir áhrifum af völdum loftslagsbreytinga, til dæmis þegar kemur að hlýnandi og óstöðugu veðurfari. Við á Íslandi við þekkjum að sjálfsögðu þessi áhrif ágætlega nú bara síðast í þessari viku. En ferðaþjónustan sjálf á þó einnig hlut að máli. En talið er að hún eigi alltaf 5% af allri losun koltvíoxíðs í heiminum, samkvæmt tölum frá 2005. Losun í tengslu við ferðaþjónustu er þó mest tengd samgöngum, gistingu og afþreyingu. Samgöngur spila stærstan hlut þegar kemur að losun koltvíoxíðs á heimsvísu eða 75%. Flug skipa þar stærstan sess eða 40%. Í þessum samgöngu hluta liggja mikil tækifæri til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Ef við lítum okkur aðeins nær til Íslands, þá hefur orðið gríðarleg breyting í komu ferðamanna til landsins. Spár gera ráð fyrir því að hingað muni sækja 2,4 milljónir ferðamanna í ár og ef við horfum 6 ára aftur í tímann sést að fjöldi ferðamanna hefur nærri fjórfaldast frá árinu 2011. Það spár sem gerað hafa verið á fjölgun ferðamanna hafa flesta brugðist. Það er hingað koma mun fleiri ferðamenn en við höfum búist við. Ekki sé svo fyrir endan á þeirri fjölgun. Þetta eru margt gleðilega tölur. Fleiri ferðamenn, meiri gjaldeyristekjur, atvinna. En með tíðari flugferðum og fleiri ferðamönnum árið kring eykst hins vegar losun gróðurhúsalofttegunda að sama skapi. Flestir ferðamenn sem hingað
sækja til Íslands, eða 90% koma til landsins með flugi. Og ef við horfum svona rétt aftur út fyrir landsteinina og horfum til sameiginlegs viðskiptakerfis með losunarheimildir, þá má sjá að losun koldíoxíðs í flugi innan EES hefur aukist 97% milli áranna 2013 og 2016 og er þá ekki með talið Ameríkuflug eða annað flug utan Evrópu. Spár á heimsvísu eru ekki bjartsýnar og gerir maður ráð fyrir árið 2020 muni losun á heimsvísu tengd flugi hafa aukist 70% síðan við árið 2005. Þess má geta að flug fellur ekki undir Parísarsamninginn en unnið er sérstaklega eins og Vanda sagði áðan að alþjóðlegu kerfi til að vakta losun. Evrópusambandið hefur þó sett sér það markmið að draga úr losun 20% sé þá miðað við árið 2005. Þegar rýndar eru tölur losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, ef við horfum þá til án viðskiptakerfisins og losunarheimildir og án flugs, þá sést að losun frá vegasamgöngum vega þar hvað þyngst. Ef við horfum til ferðaþjónustu á Íslandi, má sjá að eitt af okkar mestu tækifærum er því að draga úr losun frá vegasamgöngum. Fjöldi bílaleigubíla á Íslandi hefur tæplega þrefaldast milli áranna 2011 og 2016. Í september 2011 voru skráðir bílaleigubílar á götunni 8.300 og í sama mánuði árið 2016 voru skráðir bílaleigubílar í umferð orðnir 21.000. Einn af hverju 10 bílum í landinu á hverjum tíma er því orðinn bílaleigubíl. Fjöldi skráðra rafbíla í landinu var á samanskapi 1000. Sýn Umhverfisstofnunar er að þessir 21.258 bílaleigubílar verði rafbílar. En hvað þurfum við að gera? Hvert þurfum við að stefna? Eins og tölur hér að fram að sýna, ef við ætlum að ná okkar markmiðum sem sett hafa verið fram, er nauðsynlegt að draga úr flugumferð til og frá landinu. En hvernig er hægt að gera það? Horfa þar til þess að skipuleggja og þróa Ísland áfram sem áfangastað, þar sem lögð er áhersla á til dæmis lengri dvöl ferðamanna, ekki sem stoppustöð, og þar sem við leggjum til grundvallar vistvæna ferðaþjónustu. Við þurfum að nota hreinni orkugjafa, við þurfum endurnýjanlega orku í samgöngum, ferðamenn ferðist landið á rafbílum, rafrútum, rafstrætó, raflestum eða bara undir eigin afli, sem er svo langbest. Leitum að bestu fáanlegri tækni, tileinkum okkur nýjungar sem hafa það markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og þegar ný farartæki eru valin, veljum þá tæki sem menga minna. Gerum ferðamannastaði á Íslandi loftslagsvænni til framtíðar, komum upp hleðslustöðum fyrir rafmagn og drögum úr sóun og notkun einnota umbúða. Takk fyrir. Herra forseti, góðu gestir og ekki síst kæra samstarfsfólk. Ætlunin með þessu stutta erindi mínu hér í dag er svo að fara lítið yfir losun gróðurhúsalofttegunda frá meðhöndlun úrgangs og veltu þeirri spurningu hvar tækifærin liggja í að draga úr þeirri losun. Það kom fram í erindinu hennar Vöndu hérna fyrir morgun að losun frá meðhöndlun úrgangs er það bil 8% af losun Íslands. Og ef við brjótum þetta magn örlítið niður, þá sjáum við að þetta er langmestu leyti losun sem má rekja til urðunar lífbrjótanlegs úrgangs. Það er þannig þegar lífbrjótanlegur úrgangur er urðaður að þá myndast meðal annars metan sem er nokkuð öflug gróðurhúsalofttegund. Minni losun er síðan frá skólpi, brennsluúrgangs og jarðgerð. Þannig að hérna liggur
beinast við að álykta sem svo að tækifæri til að draga losun liggi í því að draga úr urðun lífbrjótanlegs úrgangs. Ef við spáum aðeins í hvað er urðað, þetta eru tölur frá 2015, þannig að það ár voru 176.000 tonn af úrgangi urðuð á Íslandi, það bil 20 urðunarstöðum og þar af voru það bil 97.000 tonn lífbrjótanlegur úrgangur. Og til að setja þessa tölu, 97.000 tonn í svona örlítið samhengi, þá er þetta það bil helmingur af úthlutun þorskkvóta á yfirstandandi fiskveiðári. Þannig að þetta er talsvert magn. Og við skoðum hvernig þetta magn skiptist, þá er stór hluti matvæli, kannski það bil helmingur. Síðan er þó nokkuð pappír, slátur og fiskúrgangi, seyru, viðarúrgangi og aðrir flokkar eru minni. Og varðandi matvælin, við gerðum rannsókn hjá Umhverfisstofnun, Umhverfisstofnun framkvæmdi rannsókn í fyrra, nokkuð viðamikla, á matarsókn Íslendinga, bæði frá heimilum og fyrirtækjum. Og í ljósi niðurstaðna þeirra rannsóknar er hægt að áætla kannski það bil helmingurinn af þessum matvælum sem fóru til urðunar séu nýtanlegur matur. Og helmingurinn af 50% eru 25%, þannig að það þýðir 1/4 af urðum lífbrjótanlegum úrgangi í Íslandi er nýtanlegur matur. Losun gróðurhúsalofttegunda frá urðun úrgangs, hún er dálítið spes vegna þess að hún verður á löngum tíma. Og þó við myndum hætta að urða eftir hádegi í dag þá losnum við ekki við losunina á morgun. Þannig að ég sett upp hérna örlítið dæmi. Þetta er nú skáldar urðunarstaður og setti hérna inn í líkan sem reiknar út losun og er reynda metanmyndun og hérna svo séð urðum við 10 ár, magnið sem ég sýndi ykkur áðan og samsetninguna frá 2015, urðum það í 10 ár frá 2010 til 2019. Árslok 2019 hættum við að urða, skellum í lás, lokum sjoppunni og líkanið segir okkur þá hvernig metanmyndunum verður í framhaldinu. Þannig að fyrsta árið eftir að við hættum að urða, 2020, þá er metanmyndunum í hámarki, síðan fer hún lækkandi, en ekki meir en svo að árið 2030, 10 árum síðar, þá er metanmyndunin ennþá 30% af því sem hún var þegar hún var í hámarki. Og síðan 20, 30, jafnvel 40 árum eftir við hættum að urða er ennþá metanmyndunin talsverð. Þannig að þessa mynd sýni ykkur fyrst og fremst til að draga fram því fyrr sem við hættum að urða lífbrjótanlegan úrgang, því betra. Þá geta einhver spurt hvað við gerum í staðinn. Við erum með 97.000 tonn af lífbrjótanlegum úrgangi. Þá segir náttúrulega fyrst og fremst við þurfum að draga úr magninu. Það er algjört forgangsatriði. En við getum líka valið kosti fyrir úrganginn sem að fela í sér minni losun. Ég nefni hérna sem dæmi jarðgerð og hér er ég að bera saman losun ef við urðum 1 tonn af lífbrjótanlegum úrgangi og síðan jarðgerum við 1 tonn af lífbrjótanlegum úrgangi og losunin frá urðuninni er það bil 10 sinnum meiri. Þannig að svo við hérna reynum að svara þessa spurningu hvar liggja tækifærin, þá myndi ég segja fyrst af öllu hættum að henda mat. Það er beinlínis galið að 1/4 af urðuðum lífbrjótanlegum úrgangi í Íslandi sé nýtanlegur matur. Ef okkur vantar aðstoð, góð ráð eða fræðslu, þá getum við farið á matarsókn.is. Það er vefur sem Umhverfisstofnun rekur í samstarfi við fleiri aðila. Lífrænar leifar eru auðlind, nýtum hana. Í því sambandi vil ég vekja athygli á markaðstorgi með lífrænar auðlindir sem Umhverfisstofnun hefur nýlega sett upp og má finna á auðlindatorgi.is. Og síðan, ef það samt sem áður fellur til lífbrjótanlegur úrgangur, þá þurfum við að velja aðra farvegi heldur en urðun. Takk fyrir að hlusta.
Forseti Íslands, kæru fundagestir og elsku samstarfsfólk. Ég heiti Birgitta og ég vinn á neytendateymi Umhverfisstofnunar. Ég ætla að fá að segja nokkur orð loftslagsbreytingar og neyslu samfélagið. Til að byrja með ætla ég að taka undir orð umhverfisráðherra hvort ögurstund sé runnin upp. Já, hún sannarlega runnin upp. Hún rann líklega upp fyrir svona 25 árum síðan og var uppspretta undirstað þess að Kyoto-bókunin var til. Og að vissuleyti það svekkjandi að við stöndum 25 árum seinna með þá vitneskju að þær aðgerðir sem ráðist í hafa skilað litlum árangri þegar kemur að því að draga úr heildarlosun. Við höfum vissulega minnkað losun eins og Vanda kom inn á en við erum ennþá Íslendingar langt yfir meðaltali losunar per einstakling. Við sem samfélag við þurfum að hætta að bíða eftir einhver annar gangi í málið. Hugsanlega fyrsta skrefið að hætta að skoða þetta alltaf út frá 3 stólpum. Hvað ætla heimilin að gera, hvað ætla stjórnvöld að gera, hvað ætla atvinnulífið að gera og byrja á að taka á þessu verkefni sem samfélag. Einn fyrir alla, allir fyrir einn. Allir þessir stólpar hafa áhrif á hvern annan og eru mengi í hvorum öðrum. Fyrirtæki þurfa að axla ábyrgð og stjórnvöld þurfa að vera til fyrirmyndar en öll erum við einstaklingar. Og ef við breytum ekki hvernig við hugsum og breytum ekki þeirri samfélagsmynd sem við erum búin að búa til, eru litla líkur að við getum gert stórar breytingar. Kannski eina ástæðanum fyrir því að við erum ekki komin lengra en raun ber vitni það hversu erfitt fyrir einstaklinga að setja sig í samhengi við loftslagsbreytingar. Við eigum erfitt að sjá hvernig athafnir okkar í dag hafa áhrif á loftslagsmál eða loftslagsbreytingar morgundagsins. Helsta vandamál í þessu kannski að við höfum ekki áttað okkur að því að allt loftslagsmál. Á meðan við lifum í samfélagið sem tengist jarðefnaeldsneyti órjúfanlegum böndum, þá hafa allar daglegar athafnir okkar loftslagsáhrif. Það þýðir ekki að horfa á þetta vandamál sem afmarka vandamál sem hægt að redda með að byrja að flokka eða kaupa sér rafbíl. Auðvitað telja öll lítil skref en við þurfum að byrja að hugsa það þannig að í hvert skipti sem við greiðum fyrir eitthvað, í hvert skipti sem við tökum kortið okkur upp úr veskinu okkar, þá erum við að losa gróðurhúsalofttegundir. Sem þýðir einfaldlega að við þurfum að byrja að nota kortið minna og nota það ábyrgari hátt. Okkar lífstíll hefur líka áhrif út fyrir landamæri heimilsins og út fyrir landamæri Íslands. Einhver getur orðað þannig að við erum svo heppin að mikið af þeirri losun sem fylgir þeim neyslufreka lífstíl sem Íslendingar hafa tamið sér teljist ekki sem íslensk losun. Við flytjum inn mest af þeim vörum sem við neytum og því sitja önnur lönd uppi með okkar losun og þurfa að telja hann með í sínu bókhaldi. En loftslagsbreytingar eru alheimsvandamál og alveg sama hvar losun verður, þá mun hún hafa afleiðingar á Íslandi. Það sem við þurfum náttúrulega stórar breytingar á hugafari sem að margir hafa komið inn á í dag. Við þurfum að taka ábyrgð á eigin neyslu. Við þurfum að kaupa minna, við þurfum að neyta minna og við þurfum að losa minna. Við þurfum að flytja okkur frá því að íhuga hvort að annar bíll heimilisins á að vera rafbíll eða ekki og fara að íhuga okkur í fjandanum við eigum 2 bíla. Okkur þarf að hætta að finnast ásættanlegt að henda mat, okkur þarf að hætta að finnast ásættanlegt að kaupa nýjan síma árlega. Okkur þarf að hætta að finnast ásættanlegt að gallabuxur endist í 3 mánuði. Við þurfum að átta okkur að því við þurfum ekki nýtt sófasett á hverju ári og það ekki ásættanlegt að henda svona miklu rusli. Við þurfum að taka 1 skref aftur á bak og hugsa þau verðmæti sem við erum að sóa daglega. Við þurfum að hætta að jaðarsetja Brynhildi því að hún deilir bíl, það bara vitleysa. Umhverfisvænn lífstíll, minimalískur lífstíll, grænn lífstíll, við þurfum að kalla þetta íslenskan lífstíll. Við getum ekki bara tekið höndum saman og verið saman það að það ekki ásættanlegt að búa í einnota samfélagi. Og það auðvelt að byrja. Við byrjum bara á því sem einfeldast fyrir okkur. Hver auðvelt að breyta heima, hver auðvelt að breyta á vinnustöðum. Hugsum þetta eins og langstökk. Stórt stökk það byrjar á mjög litlu skrefi. Við þurfum að fara að hugsa hvað gerir okkur raunverulega hamingjusöm. Takk. Þetta töff þegar hún Birgitta segir þetta. Þetta var athyglisvert sjónarhorn úr ferðaþjónustunni, úr úrgangsmálunum og úr neyslusamfélaginu. Það eru rafbílarnir og við þurfum að hætta að henda mat, Guðmundur, já, alveg klárlega. Nú það sérstök ánægja að forseti Íslands tekur þátt í ársfundi Umhverfisstofnunar í ár. Forseti Íslands, Guðni T. Jóhannesson, gjörðu svo vel. Fundarstjóri og góðir gestir, ánægjan mín, það heiður að fá að vera með ykkur hérna í dag. Yfirskrift eritisins sæki ég í kveðskap Þorsteins frá Hamri
Í mannlegri viðleitni munar lítið handtak. Umhverfismál eru hérna í brennidepli, loftslagsmál, mengun, sambúð manns og náttúru. Og hvað hægt að gera? Hvað get ég gert? Þessi spurning var miklu auðveldari fyrir mig áður en ég varð forseti. Núna hef ég óheftan aðgang að ræðupúltum og hljóðnemum og sjónvarpsvélum. Núna get ég látið í mér heyra og núna get ég látið verkin tala. Ég get ekki falið mig, þessu fylgir ábyrgð. Ég þarf að læra, ég þarf að kynna mér málin, ég þarf að fræðast miklu betur en ég gerði áður. Því ég var ekkert barnanna bestur, þótt maður sé allur að vilja gerður og er það ekki ennþá. Ég tek til mín þau orð sem hér hafa fallið það að þessi langferð byrjar á stuttu skrefi heima fyrir. En ég þarf líka að vinna með öðrum, finna kraftinn í samstöðinni og það geta allir sem betur fer. Það var fyrir skemmstu að það hafði samband við mig strákur, Gauti Geirsson, verkfræðinemi á Ísafirði. Hann hefur undanfarin ár staðið með öðrum að því að hreinsa strandir á Hornströndum, safnar saman þar hópi fólks og aftur í samvinnu við fyrirtæki og fleiri, Landhelgisgæsluna og sjálfboðaliðar ganga þarna og láta til sín taka. Virkilega flott framtak. Safna þarna rusli í erg og gríð og Landhelgisgæslan hjálpa til eins og ég sagði og þarna safnast nokkur tonn á hverju ári. Síðar í þessum mánuði fer þarna væntanlega góður hópur fólks og ég vildi ég hefði komist með, það gekk ekki í þetta sinn en mér þykir þetta frábært framtak, gott dæmi það sem fólk getur gert þegar því óðbýður jafnvel. Nú, þetta minnir mig á það að í síðasta mánuði hófst átak strandhreinsun og það var í Sjálandsskóla í Garðabæ að krakkar tóku sig til og hreinsuðu þar fjörur handan Arnarnesvogs og líka vestur á Snæfellsnesi, muni ég rétt. Þannig að þetta eru dæmi aðgerðir sem skipta máli. Það gerðist líka fyrir skemmstu að til mín kom maður sem hafði beðið fund, Tómas Knútsson, Bláa hernum. Það er gott dæmi annan mann sem hefur svo sannarlega látið til sín taka og það er vettvangur sem ég vil styðja, þykir framtaki frábært. Og þið sjáu kannski hvert leiðin liggur. Ég horfi til hreinsunar strandlengjunar, ég horfi til hafsins. Í næsta mánuði verður mikil ráðstefna á vegum Sameinuðu þjóðanna í New York málefni hafsins. Mengun, varnir, loftslagsmál, viðbragðsáætlanir og þar fram eftir götunum. Þarna munu embættis og stjórnmálamenn láta til sín taka og í þeim hópi auðvitað við Íslendingar. Og þarna eigum við að vinna saman. Þarna getum við látið okkar rödd heyrast. Þarna verður hlustað á okkur. Við erum smáþjóð, við erum fá og smá. Það er vissulega til út í heimi að fólk veit varla hvar Ísland er. En og það er líka rétt, já. Við getum ekki verið allstaðar. Við getum ekki bjargað heiminum í einu vettvangi. En ég held að við getum einbeitt okkur að því sem við þekkjum vel og þá er líklegra en ella að það sé tekið mark á okkur. Við erum eyþjóð úti í miðju Atlantshafi og ég held að það sé líklegra að á okkur sé hlustað þegar við tölum málefni hafsins, frekar en við förum að reyna að láta okkur til okkar taka á sviði þar sem það er ekkert endilega augljóst að við búum yfir einhverju sérfræði þekkingu.
Þannig ég tel að það sé skynsamlegt að við beinum kröftum okkar á alþjóðavettvangi á þær slóðir þar sem fólk getur séð, já, þetta eru Íslendingar, þeir eru þarna einir út í hafi, þeir hljóta að vita eitthvað hafið, fjandinn hafi það. Þannig eykst okkar slagkraftur. Þetta held ég vættum að hafa í huga, án þess þó að við séum þá leið að gleyma öllum öðrum vandamálum heimsins. En ég vona þið skiljið hvað ég á við með því að geta sagt, gott fólk, við vitum mikið þetta mál, við erum eyþjóð, þá líklegra að á okkur sé hlustað. Og þetta varðar auðvitað heiminn allan, hér eru dæmi af heimasíðu ráðstefnunnar. For small island developing states, it is a matter of survival to save our ocean. Og hér sjáum við dæmið það að við erum þegar farin að láta til okkar taka þarna og verðum þarna í mikilvægu hlutverki íslenskir embættis- og stjórnmálamenn. Nú, einstaklingar geta látið til sín taka, stjórnvöld geta látið til sín taka, fyrirtæki, atvinnulíf, þar líka mikilvægt að röddin heyrist. Birgitta fór yfir þetta áðan ágætlega, allir standið saman. Plastic Ocean, plasthafið. Ég þarf ekki að rekja staðreyndirnar hérna, ég ennþá að læra, ég ennþá að kynna mér þær, sérfræðingarnir vita betur, en ég get pikkað út nokkra staðreyndir. Því spáð að árið 2050 muni plast finnast í 99% fugla í heiminum. Því spáð að árið 2050 verði meira plast en fiskur í heiminum. Við borðum ekki plast, gott fólk. Og því miður höfum við mikið af plasti utanum það sem við borðum. Þetta eru staðreyndir sem tala sínu máli. Plastflákarnir í höfunum stækka ár frá ári. Þeir eru gigantískir núna, enda segja tölur okkur að við missum árlega 7 til 10 milljónir tonna af plasti í sjóinn á hverju ári. Svo allt hitt, súrnun sjávar, hlýnun sjávar, verndun fiskistofna. Við þurfum að huga að öllum þessum þáttum. Nú, ég rétt að byrja í nýju embætti. Næst ár ætla ég að reyna að komast í kyrrðina á Hornströndum og tína rusl. Það ekki nóg. Ég þarf líka að láta til mín taka í ís og þys alþjóðamálanna og með öðrum, með ykkur, því að það samstaðan sem skiptir máli. Þótt að muni lítið handtak, eins og Þorsteinn frá Hamri hvað, þá líka í kollinum á mér ljóðlínur úr öðru kvæði hans sem heitir Lítill, trítill og fuglarnir. Ég ætla ekki að fara með það allt, kann það ekki allt, en niðurlagið svona: nema við munum eftir náunganum, orðum hans, augum og höndum, kannski getum við líka kallað á spörfugl og erum ekki framar einir í ráðum. Þið verðið bara að lesa ljóðið allt til þess að átta ykkur á samhenginu, en þetta niðurlagið. Þannig að við höfum almenning, við höfum stjórnvöld, hið opinbera, og svo höfum við atvinnulífið. Við skulum bara kalla þetta lítill, trítill og fuglarnir. Stöndum saman, þá okkur allir vegir færir, lærum, fræðumst, trúum sérfræðingunum. Þeir vita, þeir hafa rannsakað, og svo það okkar hinna að taka til okkar þann vísdóm sem þeir leggja á borð og gera heiminn ögn betri í dag en hann var í gær. Og þá getum við sagt við barnabörnin okkar: já, við reyndum og sjáiði, okkur tókst. Þetta það sem ég vil freka geta sagt heldur en já, ég vissi af þessu, en bara sorry, það er svo gott að hafa 2 bíla og það er svo gott að geta hent ananasinum af pítsunni. Takk fyrir. Kærar þakkir, nú skiljum við þetta. Við erum á góðum tíma hér í dag, en mér finnst okkur hafa
tekist að draga það saman sem forstjóri sagði hér í upphafi, að allt loftslagsmál. Erindin sýna það hérna í dag. Líka þetta með ananasin. Hvað á að gera við ananas? Það spurningin. En ég vil þakka ykkur kærlega fyrir komuna hér í dag. Þetta hefur verið reglulega ánægilegt, fróðlegt og gagnlegt. Það samtökamátturinn og samheldnin sem gildir og göngum í verkin í loftslagsmálum. Takk fyrir ársfundarslitið.